Herru, Þú þarfst að hafa nóg að gera. hver mættu til okkar? Já. Aftur, þau hvað hann heldur, skemmtilegustu og svo athöfn í snæði, hvað það? Event á Íslandi. Einhver sem við höfum mætt á bara síðan við byrjum að kynnast. Bara ekki spurning, sko. Það Icebox og það enn og aftur, hvað, sjöunda? 7. júní. Ég rugglast alltaf á 7. og 7. Það nummer 7. Já, 7 kemur eftir 6. Já. Það er Já, þetta mjög erfitt, sko, þetta svipað. En hvað segir Davíð Þögfur? Herru, ég er bara frábær maður. En það ekki? Eins og þið vitið örugglega og svona margir í kringum, það er alltaf miljón hjá mér, sko. What? Já. Í alvöru? En ég funkar eiginlega bestur eða þannig, sko. Já. Og eins og núna, ég er búin að vera gett lengi svona, búin að tala þetta lengi við þá sem eru búin að vera með mér svona, og hjálpa mér að setja upp á sjóun eitthvað svona, bara þetta svo ekki fara að taka tjaldið upp, maður. Já. Ég bara, þú veist, alltaf svona eitthvað, svo bara búið að vera uppselt alltaf, þannig að núna tók ég alveg bara svona, fuck it, let's go. Að taka tjaldið upp sem þú ert að stækka. Já, ég er búin að vera alltaf með hálfan sal. Já. En nú er ég að taka tjaldið upp, þannig ég var tvöfald allt, skilur. Hefur það verið gert áður? Aldrei. Nei, núna fyrir þetta, ég held þessi 2600 sæti eða eitthvað, sko. Já, shit. Já, frá því að vera sko 1400 eða eitthvað. Og öll efri hæðin líka og einhver salur þar fyrir þessi VIP-sæti sem hafa verið. Tvöfald fleiri VIP-sæti, tvöfald fleiri betistúkusæti, báðar stúkurnar, hringurinn í miðjunni. Þetta verður rosalegt. Og okkar maður, Villi. Er hann að koma? Já, ég var að koma flug með það fyrir hann frá Madrid, hann er að koma til Íslands frá Madrid, bara alltaf verið. Það var með spurningin, sko, ég var að hugsa. Hann er lojal, sko, hann er lojal, sko. Hann er að koma allaleg þaðan, bara til þess að joina, sko. Hann er svo fullkomna rödd fyrir þetta, sko. Já, líka bara, hann er búin að rætta þetta aður, sko, hann er svo, hann er sko bara sjá skrokkin. Áran bara frá hann, sko. Hann er nýþröngum, einhverjum Gucci, skyrtu. Dior. Nýþröngum buxum. Með ekkert eðlilega vígalegt raskat, sko. Nei, líka bara ef ég var að labba inn, ég myndi labba í hvaða hot sem hann myndi segja mér ég var í, sko. Já, ég veit það. Bara hvítá, hann er bara let's go, þú veist, hann er bara, þú veist. Villi er okkar maður. Hann er yndislegur, sko. En þú veist, þetta er alveg og ég hef svona áttað með á því, ég held þetta yrði tvöfalt meiri vinna og tvöfalt meiri kostnaður að gera þetta svona, sko. Já. En þetta er alveg miklu meira en það, sko. Nú, af hverju? Það bætist bara við svo mikið handtökur sem þarf að snúa að, þú veist, það er ekki bara sama fólki sem getur sett upp tvöfalt meira dóti, sko. Það er bara meira fólk, skilur. Og þú veist, það þarf að gera tvöfalt stærri teikningar og það þarf að gera, þú veist, bara endalaust ímyndaðir, skilur, þú veist, röðin sem var síðast. Já. Röðin sem verður núna. Þetta er svona, þú veist, ég þarf að finna leiðir til þess að ég er búin að gera 2 innganga núna og eitthvað svona að reyna að gera þetta þannig að þetta funkari. Ert þú að segja mér að ég sem VIP-maður þarf ég að bíða í röð? Þú með sér ingang uppi, sko. Ég með sér ingang? Já, þú veist, það sé salur uppi fyrir VIP, en þeir sem eru VIP komum bara uppi til hliðar. Shit. Og Ég þarf að láta taka vídeo að með labbaðar inn, sko. Já, það er gengst það, sko. Nei, en svo bara, þú veist, líka út af því að, þú veist, það var alveg tróðið uppi síðast, sem barinn var á þetta dót, sko. Akkurat. Með VIP matinn þar. Já. Þú veist, tvöfalt meira, skilur, augljóslega þarf bara meira pláss, sko. Já. Og öll markasetning líka, skilur, ég þarf að koma sér í miklu fleiri augu, þú veist, ég er ennþá að hitta fólk sem ég skil ekki. Já, ég hef ekki séð frá þessu, hvað meinar? Já, það er netta strull, sko. Það er ótrúlega. Það pirrar mig smá, sko, því ég er bara svona, þetta meikar ekki sens, sko. Nei, þetta er búið að vera allstaðar líka bara undanfarin. Hvenær byrjaði þetta? 2021. Já, ég var í neyslu þá, sko. En síðan ég var í edrú, þá fyrst eftir að sjá þetta. Já, makkandi sjá allir þessu. En hvert sér þetta stefna, þú veist, fyrst þú ert að helminga þetta núna, þú veist, stækka þetta helming? Ég er með mjög stórt vision, sko. Já, þannig að þetta er bara byrjunin í þínum huga að tvöfaldast þennan sal. Þetta er bara næsta skref, sko. Næsta skref, já. Og svo er ég líka bara, tók fram daginn og ég er mjög stoltur að geta sagt það, sko. Það er ég er búin að, þú veist, það er allir styrktarsamningar farnir til 2026. Já, þannig að fyrirtæki sem hafa verið með mér, þau bara vildu taka þátt í með mér að gera þetta stærra og bara festa sig, sko, í 2 ár, sko. Sem er ógeðslega gaman, sko. Að þetta var ógeðslega mikið, ég er svona alltaf, þú veist, kannski, ég myndi ekki segja ég var að banka hurðir, en kannski svona tjekka, þú veist, svona grænda? Já, samt allir áhersamir, sko, og fólk í kringum mig hefur alltaf verið þú veist, pingpongi báðar áttir, sko, því ég er alltaf tilbúin að hjálpa fólki sem er til að hjálpa mér og bara allir, þú veist, bara klóra mér, klóra þér, sko. Já. En svo núna bara svona fór ég þessar hugmyndi með þetta stækka þetta og, þú veist, það eru bara allir on board, sko, sem er ógeðslega gaman, sko. Já. Og þá get ég svona á vissan hátt verið aðeins rólegri yfir því að vera bara, þú veist, þetta er með Íslandinga og ég veit að margir sem hafa verið í einhverju viðbragðhaldi eða whatever þetta heitir, skilja hvað er að tala þeir eru alltaf svona mikið að bara, verður þetta, er ég að fara að ná að, núna get ég verið svolítið rólegur að skilja þetta út af því að bara, ég er með góðan hópa af
styrtaralum sem að koma að þessu og líka bara cool fyrirtæki, skilur þannig að þú veist, ég með sama spons í miðinu á hringnum og fucking UFC, sko Part of my friends, sko, nei, Monster Þú ert með Monster Ég með Venom líka, sko Já, ég sá það nefnilega, sko Þú ert með Monster sem ég finnst mjög cool, sko Það er mjög cool Já, og líka bara, bara flott, skilur og ég svona fólk að svona spá í hvað ég get gert til þess að gera meira þú veist, ég er svona núna á 15. næstu viku þá er ég með viðburð inn í Kringlunni, sko Ok, segðu okkur hans frá því Hvað er að gerast inn í Kringlunni á 15. Ég vil bara, rúlla ég vil þetta verði svolítið eins og úti það sem að þú veist, þú ferð og horfir á press conferences, skilur, og þú mætir okkur á viðbröð sem einhverju bóksar að gera eitthvað lalala. Þetta er bara svona fyrsta skrefi í áttina því hjá mér, sko. Og þú veist, ég er að leigja svona bóksvél, þannig ég ætla að hafa 2 tíma glugga. Bara svona kýlri? Já, fengið stig, þá geta allir komið einu sinni, fara ekki að koma í röðina, bara alltaf sami, fara að kýla einu sinni, og bara hæsta skor kalla og hæsta skor kvenna, fá sikkur að 2 miðana í VIP, og fullt af einhverjum öðrum vinningum, sko. Og svo erum við tónleika, Issi, Íslaugur, Daniel, þeir eru með tónleikan eftir. Í Kringlunni? Já, bara, þú veist, á þessu, sko. Ok, geðveikt. Þú veist, og bara að því að svo ég segja, það er ennþá fólk sem hefur ekki heyrt af Icebox, sem ég skil ekki, að því ég veit hvað ég er að setja marga staði, sko. Þannig að ég vil bara svona reyna bara að ná til ennþá fleira fólk, sko, og búið til ennþá meira hæp og komið sér ennþá meira rúllandi, skilju, og þetta er bara, 15. næstu viku. Ég sé þú ert að gera þetta daginn eftir útborgun, er þetta útpælt? Þetta event? Já, og það verður fleiri í Kringlunni. Ég veit ekki hvað það skiptir máli, það er allir hvað sem er með nýtt kortatímabil og eitthvað svona. Þú ert snillingur. Það er bara svoleiðis. Nei, þetta ef þú segir það, þá var ekki eins og að pæla í þessu, sko. Ég hljóma eins og ég segi eitthvað, ég verði sniður. Nei, mér langar bara að ná, ég veit að það er alveg markhópur þarna fyrir þetta, skilur. Já, akkurat. Og bara að gera að fá það til að taka þátt, þetta er skemmtilegt, skilur, og þessi strákar allir sem er að spila, þetta er allt mikinn í lúpur núna, mjög duglegir, sko. Og þú veist, ég hef búin að einhverju svona artista sem hafa verið áður, eru aftur núna og fleiri nýjir og alvöru halftime show, sko. Og það er leyni. Já, ég kemur tísa eftir. Ég var með gott tís síðast. Það er eiginlega fokkað okkur upp. Já, ég er eiginlega með erfiðara núna. Já. Svo segi ég ykkur á fer, sko. En hver er pælingin með, eins og þú sagðir, press conference? Verður eitthvað... Nei, ég verð að hugsa það, sko, svona drólega, seinna mér, kannski fara að gera uppleiðis. Af því að, þú veist, amatör bóksmarkaðan er allt öðruvísi, sko. Af því að, þú veist, þegar pro-card, þá ertu bara búin að festa þennan og þeir eru tilbúin að fucking selja sig, sko. Þú veist, ég veit ofta ekkert bara fyrir vikuna fyrir hverja að fara að keppa, sko. Já, það var svolítið erfitt. Það vilja allir keppa á mótinu, en svo er að fá anstæðing og ég er að flytja inn norskt lið. Ok, veitu, hvað var síðast? Var það þá frá... Síðast á Ísland, sko. Já, það var Ísland. Þetta hefur verið alls konar, sko. Og ég er alltaf að, maður þekki, þú veist, þetta er lítill bransi, ekki lítill bransi, það þekki allir þjálfarar í stóru sem er að gera eitthvað stórt, skilur það vita allir af öllum, skilur þannig. Þannig að ég hef verið í sambandi við Noreg og Írland og ég er að fara til Írlands í lok mánaðarins, í smá æfingu með landslið og, þú veist, það er alltaf svona hægt að pinga og ponga, skilur en svo bara veit maður eiginlega aldrei, þú veist, ég get ekki sett staðið einhverja marsja markasherferð. Þú veist ekki hverju mæta að því að at the end of the day þá getur svo margt gerst ég lendi oft bara rétt fyrir sjó bara hann brákaði þessu niður, great það eru komið gauðir frá Noregi að keppa mótunum, skilur akkurat en þú veist, þetta verður þú veist, ég ætla að vera með, ég sagði ykkur síðast ég verður með færri bardaga, því mér langar að gera meiri læti í kringu hver bardaga, sko og verður seinna, þetta verður meira kvöldsjó bein útlendingi byrja rétt eftir 9 þannig að þetta verður meira svona rúlandin í kvöldi Þú veist, þetta er meira bara svona, þetta er meira svona party-event, sko. Já. Erum við að tala verða svona ringgirls að það? Sko, nei, og það er eiginlega svolítið ákvörðun af mér, það er eiginlega svona, Ég hef með hugmynd, sko, að hafa svona fett ringboys, þar sem ég og Ronni kemur minn, það myndi að sína til dæmis, það er árið 2024, hér er engin fett fóbik, hér er leyfið öllum aðeins að sína sig. Já, ég meina, bara you to you, sko, þú veist, það er ekstra hann að bera á hann, sko. Nei, ég var alveg að hugsa þetta, og búið koncept. Þetta er eiginlega, mér finnst þetta svolítið þreytt, sko, og þetta er eiginlega út fyrir, sko, þetta er eiginlega svolítið út fyrir gildin mín, sko. Ég skil þig. En svo líka verður maður bara að hugsa, skilurðu, þú veist, ég reyna alltaf eins og ég get að
vera fyrirmynd út af við, skilur, þó ég sé prakkari, sko, það vita allir í kringum en ég prakkari, sko, en ég þú veist, sumar hluti bara, þú veist, vill ég frekar bara ekki gera, ég þarf ekki ringgirls, sko, það skiptir ekki máli, en ég alveg til að, einhvern tíma vera með eitthvað dansatriðana til þess að hæpa ykkur á dansara sem er árangri eins og ég gerði með Pretty Boy Choco, sko. Það var enda stuðla, sko. Já, þú veist, alls konar eitthvað svona, sko, en svo er ekkert viss að einhver mörg fyrirtæki til að taka þátt í því að sé ykkur bossanum upp í ringi eitthvað, Nei, mér finnst það eiginlega bara þreytt koncept og svona ekki end of the day, bara frekar Þetta er frekar perralegt svona Já, svo sit allt eitthvað Já, ég man Ronni, hann fór aldrei í mig barðaða, sko, fórsett ekki, hann svo, hvenær koma? Herru, verður þetta þá bara, þú veist, verður þetta bara Ísland á móti Noregi eða verður þetta blanda dæmi eða? Nei, sko, ég ætla eins og ég get að reyna að, og það mun alveg gerast, sko, að reyna að hafa, eins og ég segi, færri bardaga og allir bardagarnir þannig að þú viljir ekki fara á sætinu. Þannig að ég hef alltaf sagt, ég vill alltaf hafa þetta sem svona vettvang fyrir fólk sem er að leggja ógeðslega mikið að vinnu. Skilur, það er ógeðslega mikið af boxi í gangi sem maður sést ekki og það er ógeðslega mikið af krökkum bara þegar það er fullt af nöfnum sem þið hafið séð, skilur, ég veit alveg viti af þessum svona stærstu, skilur, það er fullt af gaurum bara upp í Kópavogi eða Imperium Bókatýra eða Hafnarfirði sem þið tækið aldrei eftir, sko. Og þú veist, mér finnst alveg svona geggja ef ég get bara svona, þetta er alveg, þessi alveg skilja, þú veist, og þetta er ekki ég að vera Don King, sko, alls. Ég bara, þú veist, ég held að sé frekar erfitt að vera gæinn sem mæti 3 á dag og eitthvað lalala og enginn sér, skilur. Þannig að ef ég get, þú veist, þá finnst mér það geggja, sko. En svo ég er að, ég held að ég náði kannski svona 4 boxerum inn frá Noregi og það er alltaf erfitt að matcha vissa eins og Elmar. Þú veist, hann er með 30 bardaga, 34 held ég. Þú veist, það er ekkert margir í Íslandi sem vilja hvað þangað og þá þeir flytja utan og gappið frá 20 og 100 bardaga er svo stórt, sko. Og þá, ég þekki líka þá sem er í hans þyngdarflokk og flestir af þeim kannski reyna að qualifya fyrir Ólympíuleika en þessi dagsinning hentar ekki eitthvað svona, þannig að þú veist, ég er sem að brasi með hann að fá mats fyrir hann og fleiri. Viktor Suega til dæmis, skilur, mjög góður. Þú veist, og hann á alveg klálega rétt að keppa á Icebox alltaf, skilur, og margir voru allir rétt að því, sko, en þú veist, mér langar að sýna meira af þessum gaurum sem eru bara all day, all out, skilur, alla daga, sko. En kemur þú oft upp til dæmis, sem þú segir með Elmar, og veist, að sé til dæmis sem að sé bara Íslendingur, hann sé bara, það er búið hann að keppa mútið Elmari, og hann segir bara, nei, þú veist, á Icebox. Þú veist, ef verið að neita? Nei, en þú veist, þetta er líka alveg við þekkjumst allir, sko. Þú veist, við erum eins og einn gati í New York, sko. Þetta er ekki eins og sé að kynna fyrir ykkur sem enginn hefur séð, sko. Þeir vita alveg, og þú veist, það hefur alveg, við hefum alveg sparkað boltanum á milli og ekkert mál, skilur. En svo líka bara, þú veist, hann og Alex hafa keppt 4 sinnum með eitthvað, skilur, hann er búinn að keppa mútið Míhá 2 skilur, og þú veist, þetta er bara, hversu oft, ég minnst það ekki alltaf mega sens að vera eitthvað að bæta við bardöfum, bara bæta við bardöfum. Þú veist, og þetta er aldrei gefins bardagar, skilur, þú veist, þetta er báðir grjótharðir, sko. En at the end of the day bara, mér langar að, þú veist, bara búa til sem skemmtilegast sjó. Þú veist, það voru strákar hann að síðast, útlenskir, sko, annar eða og hinn hálfur útlendingur, svona litli trukkar, sko. Það var allt brjála, sko. Og við boxáhugamennir, þetta er bara slagsmál fyrir okkur, sko. En salurinn elska þetta, þá er ég bara svona, þú veist, pínu debate við sjálfa mig svona hvort að, þú veist, fólk getur horfa á þetta, en mér finnst þetta ekki, þú veist, kannski alveg boxi, sko. En svo er þetta bara mjög gaman, skilur, en það getur vel verið að, eitthvað svoleiðis, verði. Svo er bara að fá endalust eitthvað svona freakshow-bardaga pælingum, sko. Nú byrju eins og hvað þá? Nei, bara eitthvað, Ertu bara að meina match-upið þá? Já, bara eitthvað svona, einhverjir, gaurar, einhverju TikTok-dæmi á móti þessum gaurar og einhverju snappa. Já, eitthvað svoleiðis, já. Ertu að tala bara Gusti B á móti Lil Curly? Já, það var alltaf draumamatt, sko. En nei, það er búið að vera alls konar eitthvað svona. Já. Þú veist, ef ég ætla að hafa 8 bardaga, vil ég hafa frekar 8 boxbardaga, sko. Já, þannig að verður ekkert þannig, einhver celebrity. Einhver tíman, sko. En þú veist, ég sjáum bara hvenar, sko, en já, þetta verður áhugavert. En svo hef ég lent í alltaf, og mér finnst það svolítið leiðilegt, þegar síðasti bardaginn er búinn, þá fara allir út. Það er verið að velja, boxara kvöldsins, svo það er verið að bardaga kvöldsins, og, þú veist, boxari kvöldsins er að fá vinning fyrir kannski 600.000 kall, sko. Akkurat. Og, þú veist, og það er allir bara eitthvað labbandi út og ég er að tala eitthvað fólk farið og ég ætla ekki að segja neitt en þið viljið ekki fara út eftir síðasta bardagan. Núna. Ok, þú ert sem sagt að halda fólkinu inni með einhverju. Nei, bara þið viljið ekki fara út. Og það mun alveg pískast út og
þú veist, en Ok. þið vilja ekki fara út eftir síðasta barða Já. og ég mun alveg sjá til þess að fólk fara ekkert út, sko. Já, Ok. það verður verður læst ekki- hurðum Nei, þú veist, bara fólk mun ekki vilja það, sko. Ok, Já. ok En hérna, þú veist, Það er spennandi. bara, já, Já, 1+1, sko, hérna, Já. þetta verður, já, ég er mjög spenntur fyrir svona, hvað stefnu það tekur, sko. ok En það er að koma fólk á utan og eitthvað svona og hefur verið svona alls konar pælingar, þú veist, bæði líka, þú veist, hvernig ég geti gert sjóistar, nú er þetta miklu meira hljóðkerfi, miklu meira ljósakerfi, Já, gæti verið að vera reykur og eitthvað svona dæmi, sko, já. sem ég finnst bara strax cool, en þú Bara veist, 7 krakkar að veipa já, Já Mér langar að spyrja, bara eitthvað svona bara out of the blue, fækst ekkert heimavinnu með þetta en eitt svona, hver eru svona topp því drauma bardaðanínir á Icebox? Ertu búin að hugsa eitthvað það? sem að hafa verið eða Nei, gæti verið. sem gætu verið Ég var í ógeislu til að sjá Viktor Soega vs. Haffa rematch, sko. Ok Sáuð þið það um daginn? Já. Já, þú veist, Já. það er 1-1, en ég meina, náttúrulega, þú veist, Haffi var stoppað síðast og þú mátt ekki keppa eða æfa hart eftir það, eða 4 vikur eða eitthvað, sko. Já, En hann verður örugglega ekki komið tilbaka þá, sko. ok En þú veist, það væri rosa gaman, þeir báðir svo ógeislega góðir, sko. Já. Og þú veist, ég er með að báða í landsliðssæti, sko, í sama sætinu. Ok, Þannig að úrslitin á milli er að stjórna svolítið hver er að fara í verkefnin, sko. ok Þannig að, þú veist, þeir eru bara svo, báðir svo ógeislega góðir og svo ógeislega ólíkir. Og hérna, svo er búið varlega smá gröts þannig á milli eitthvað sem gerir alltaf hlutina Já, skemmtilega, já, skilur 100p. En hérna, bara svo lengi sem það sé virðing, sko. Það væri æði, sko, svo sá ég einhvern tímann hafa verið að stinga upp á, hérna, Emin Kadri vs. Elmar, Ok, en Emin náttúrulega er mínu 71, Elmar er mínu 75, sko, þú veist, það væri mjög skemmtilegt setna mér, sko. Já. Og hérna, þú veist, Emin er með 40 eitthvað, Elmar er með 30 eitthvað, skilur Já. þú veist, og það er svona, já, þú veist, það er fullt hægt að gera, sko. já Akkurat. En svo núna ég er að, hérna, ég á eftir að fá endanlega staðfestingu en ég er að fá inn, hérna, stelpu fyrir Eriku, held ég alveg pottið, sko. Ok, Ég er að fá rematch fyrir Noel, hérna, sko, Noel vann Nóri á Norrlandamótinu þegar hann fekk silfrið og vonandi rematch við þann gaur, sko. Og svo held ég, hérna, einn á móti strák sem er frá Akranes sem heitir ekki náttúrulega, Björn Jónatan, sko. Jónatan, Ok. já, hann er mjög góður, sko. ok En hérna, þú veist, hann er geggjað dæmi Já, og gaur sem þú sérði ekki, sko. akkurat Hann er ógeðslega góður, Já, alveg bara, hann er 17, sko. ok, Eða mitt, þú veist, gæðin er ekki komið með bílpróf, sko, en samt, þú veist, og þú veist ekki það, en þú veist, við sem erum inn í senunni sjáum þetta allt, sko. Hver er að þjálfa á Skaganum? Bjarni, Bjarni sem er búin að vera bara heil lengi Já, það, Já. ok en þú veist, ég fíla svona maður, þeir Já. eru með einhver, þú veist, Jimmy er jafn stort að stúdíu og Já, þeir eru bara ég veit grind, það. sko, keira til mín á æfingar eins og í viku, þú Já. veist, frá fucking Akranesi, Já, sko. Já. já, Lord have mercy, sko. Það er respekt. En, Respekt á já, Skagan ég held að ég sé komið match fyrir hann Já. og svo svona einhverja þreifingar, sko, en hérna, svo, þú veist, það verður alltaf gaman, sko, Já, og hérna, bara meira en hefur verið áður, sko, hérna, ég er mjög spenntið fyrir því, sko. En svona í alvöru tala þá er þetta, sko, þetta er skemmtilegasti viðburður sem ég fer á hverju ári og veist, ég ætla bara að gefa það og ég bara Já, meina og ég er bara að segja þetta frá upphafi Já, mér finnst hann alltaf betri í hver Já. skipti, sko. Já, þú veist, ég er alltaf, þú veist, ég þarf samt alltaf að toppa mig eitthvað. Já, að að sjálfsögðu. Það er bara sama, fólk verður Ég vant veit í, það. sko. Já, já. En ég þarf alltaf, skil, ég enda með eitthvað, hérna, hangandi í loftinu í einhverju hringana, snúið sér hringi, einhverju eldgleipið eitthvað, ég þarf að gera eitthvað Já. þetta er fáránlegt, sko. Kom inn á einhverju Kom teppi og einhver- síg úr loftinu, Já. svona. Þú veist, Já. þetta verður, þú veist, ég mun alltaf reyna að finna einhverja leið til að gera eitthvað aðeins meira, sko. Já. En hérna, en þetta er bara gaman, en þú veist, ég er núna, ég var með 16 bardaga síðast, ég man ekki alveg hvað það var, sko. Og ég get alveg skilið það. Við rættum þetta alveg síðast, sko, en Já. ég get alveg skilið að fólk er ekkert, þú veist, við sem dýrkum þetta, skilur við. Já, já. En fólk sem er að koma hérna eitthvað að horfa á frændarsinn, sko, Já. hann er ekki að sitja og horfa á 16 bardaga, sko. Nei, nei Þannig að, þú veist, kannski bara sniður að vera með færri og meira action-packed og reyna bara að hafa meiri læti í Já. kringu hérna. Ég er komið núna, held ég, á lista 8 rappara eitthvað sem eru búin að vera, þú veist, einhverjir áður, ég er að flessa einhverjum upp, sko. Þannig að fá gaur, ég á eftir að fá staf sem ég held að gaur eins og Tónhilur verða þarna, skilur Ok. veitir hvað það eru? Ungi strákar eru að tjekka þeim Jú, ég sá það um Já. daginn í ykkur fréttakarinn. giggunni hjá, þeir voru að spila Já. hérna á Issa um daginn, sko. Já. Ok, Þú veist, þeir eru bara 06 módel, sko. ok Þeir fylltu gamla bíða um daginn, bara Já, svona, ok. já. Ok. Þú veist, ung svona, mér finnst Icebox líka geðvegt fyrir svona. Leifar Já, nýjum 100%. röppurum, rappar sem fólk tekur minna eftir. 100p. Þetta er alltaf rapp, sko. Akkurat. Box er En rapp, sko. Þú talar hvað voru 16 bardagar síðast, er það? Já. Hvað erum við að tala um að droppa þetta niður í? Já, svona 9 kannski. Já, er það? Já. Alveg svo mikið? Já, já. Ok Af því að þú veist, ég líka að byrja setna Já, já, og þú veist, 4 bardagar er klukkutími fyrir utan einhver sjó, sko. já, já, Þannig að þetta verður svona 3 tíma konsept, skilur við. já Og Ég er enda hrifinn að því, sko, Já. maður er búinn að svæfa, sko, og léttar að fá pössun og svona, sko Þú veist, ég opna 6, fyrsti fætt, 7 Já,
prelims búið 8-ish, 40 mínútur pásu og beinútsending 21 eitthvað, skilur. Já, ok. Þannig að ég að fara í það, sko, og svo ég að reyna að hafa kannski 5 í beinni, eitthvað svoleiðis. Já. Og svo vill enginn fara út. Nei, það vill enginn fara út. Ok. En eins og með Elmar, verður hann þá þannig séð að fá eitthvað frá útlöndum til að berjast í sig? Akkurat í staðinu núna, já. Nema hann og Emil mætist eitthvað tíma í einhverju katsveit, sko. En þú veist, það er ekki að vera að gera strax, sko. Þannig að já, bara ákveður þessu staðan í dag, sko. Já. En ég meina, it's what it is, sko. Þetta er líka bara partur af því að búa fucking eigi, sko. Akkurat. Herðu, Fitisportið með okkur, það er 15% með kóðunum gödustrákar, svo getur alltaf mætt upp í búð og sagt bara gödu. Já, það er nóg. Pakki minn er Kippa Wow Hydrate, Blue Raspberry, Hydroxycut Hardcore, Lions Mane og Naughty Boy Electrolyte. Ert þú eitthvað í steinefnum með það? Þetta er Frosti? Já. Já, ég noti þetta allt, sko. Ég drekk Happy Hydrate, sko. Já, er það? Það eru mínir menn, sko. Já, gerir það eitthvað, það? Já, vænt maður. Já, ég er alltaf að hugsa, gerir þetta eitthvað eða ekki? Já, hættu þessu. Ég borði vilt ekki fyrir svona 3 daginn, 4 daginn, eitthvað, sko. Já, ok. En ég fæ mér alltaf söltamannana, sko. Já, ok. Já, ná verður mikið að fasta. Já, það er bara svolítið svona venja mín, sko. Vakna, æfi, fyrir guð, ef ég tekur mjög langa æfingu, þá kannski fæ mér próteinshake eitthvað, sko. En svo ég passa mér aldrei einu calorie deficit, sko. Ég er alltaf að borða 3000 hitaeiningar eitthvað, sko. Já, ok. Ég veit hvað ég er að gera, skilur. Ég borða bara mikið kvöldi og passa mig alltaf að borða 150 grömm af próteinum, eitthvað, sko. Já, ertu að passa þig alveg á því? Já, þess að ég get, sko. En byrju, hvernig er þá eins og venjuleg morgun hjá þér? Ertu bara að þjálfa? Nei, sko, vinna mín er langmest svona á þeim tíma sem að fólk er búið að vinna, sko. Já, ok. Þannig að ég er búin að minnka einkatímanum mín alveg svakalega, sko, því að, þú veist, ég kemst ekki yfir þetta allt, sko. Ég líka, sjátt þetta Jóngun og Gerdal, sko, með dág, sko. Ok. Og þú veist, Kóngurinn. Legend, sko. Hann tók mig þetta daginn og ég held að mér ekki svona að þetta hafði alveg pínu svona, ég fekk alveg pínu svona, þú veist, ég þarf ekki meira vinnu, sko. Ég hafði mjög gott og mér gengur mjög vel, skilur, og maður er alltaf eitthvað að reyna að finna eitthvað leið til að gera, bara fucking stoppa það, skilur. Já. Og ég held alveg ef ég geti miðlað ykkur áfram vinnutengdu þá væri það svolítið það, sko. Fucking gerðu bara vel það sem þú ert að gera og gerðu það ennþá betur, skilur. Frekar en að vera, ég er alltaf með 18 bolta, menn ég er að tala við ykkur og ég er að skipuleggja æfingun eftir. Ég veit ég er að senda e-mail þegar ég er búinn hérna, ég er að fara að kenna ykkur skóla og eftir, hitta ykkur að gauðra með ykkur starfskynningu. Þetta er bara bam, fucking endalaust. Svo kem ég heim og ég er með hugmyndir. Skrifa þetta niður og hitta ykkur fólk hérna bara, já, hefurðu tíma fyrir þetta? Nei, ég hef ekki tíma fyrir þetta. Af hverju líka, skilur. Ég þarf ekkert, þetta er... Þú ert ekkert ofvirkur, það? Jú, ég er mjög ofvirkur. En ég ræddi við þetta síðast, ég var alltaf greindur þetta, sko. Já, skemmtilegt, sko. Þetta er gaman, sko. Skemmtilegt, já. Herðu, mér langar að spyrja það einu. Sko, varst það þú sem sagði það við mig eða dreymdi með að þú væri Dana White okkar Íslendinga í dag? Það var ekki ég sem sagði við allan, sko. Nei, mér myndi það. En ég langar líka að spyrja. Ertu að tala um Dana White, hann sem sló konuna sína? Nei, ég er ekki að tala um, ekki sákur, þetta er annar, þetta er góð maður. Herðu, að ég er búin að vera að sjá endalaust Ryan Garcia, að hann hafi feikað fyrir nokkrum vikum eða mánuðum, hann væri bara fullur og í geðrofi og hafi gert það til að betta 2 milljónir sjálfan sig. Sko, hvað er í gangi? Ég get alveg sagt ykkur það, bara ég og svona minn ringur af boxpælingamönnum, skilur, sem eru svona djúpir og harðir í þessu, sko. Við vorum allir á því sama, sko. Ryan Garcia á svona knockout chance, fyrstu 4-6 lótunar og svo verður þetta bara masterclass með Heini, því Heini er alveg ógeðslega teknikli góður, sko. Ok. Og eins og þú segir, hann er búinn að vera ykkur í hellinu, búinn að vera að posta myndir með sem er sikkur í konunu, eitthvað alveg rugglaður, stuðlinn bara upp. Kvöldi áður var bara svona, ætti ég að vera fyndinn bara fyrir hell of it og henda 15 skall á hann. 15 skall, ég var 15 skall, en þú veist, ég er ekki að fara að gráta eða klikkar, skilja. Nei, hann er svo rugglaður maður. Svo bara, shock the world, sko. Og hann má alveg eiga, bara, hann ruggla í öllum heiminn. Og allir, bara enginn sem var eitthvað, hann er að fokka hérna, þú veist, ég á tíma þá hugsaði ég bara eitthvað, ég held að það sé bara drullu sniðt PR-stand, sko, sem hann gerði, skilja, en svo er hann bara það rugglaði bara, þetta er ekki PR-stand, gæðin er eitthvað rugglaði. Já, hann byrjar að kalla bara alla pedo og vera pedofæll ringi eins og allir samsæriskenningamenn tala sko. Já, en hann er alveg segilegt að hluti, sko, þú veist, hann svona tala að það er verið að taka fólk, hann sagðist að tekið út í skó, bundið niður, látin horfa eitthvað gauðra, verið að gera eitthvað börn og hunda, ég bara svona Já, akkurat. En þetta er alveg talað þetta, skilur við. Og þú veist, svo kemur þetta dæmi upp með Diddy og þetta dæmi, sko. Hann er ekkit, þú veist, hann er að segja hluti sem er að viðgangast, sko. En hvernig hann segir það er maður bara, svo hann að tala við
hvað heitir hann, Andrew Tate Já. og Andrew Tate bara, þú veist að hluti sem þú ert að segja núna getur komið í vandi og hann bara fuck off sko. Já, þá var maður Fuck bara, off. ok, hann er í einhverju rofi, sko. Já, ég held það sko. Já. Að þetta er alveg hættulega hlutir, sko. Já, en pældu í að ná að ruggla í öllum heim. Já, það er svakalt. Tapa síðan $1,5 million því hann kom 3 pundum yfir og betta eins og þú segir, $2 million á sjálfan sig til að fá 12 tilbaka sko. Já. Þetta er, sko, ég veit að Floyd gerir þetta, félag mínir út í Bandaríkjunum sem er svona inn í senun og þekkja til hann og þekkja Floyd og svona, þú veist, það var alltaf að tala með eftir einhvern expert og betta hann öllum vinningsfélagum sjálfan sig, alltaf. Já, það. Hann er sem ekki trúið sér, sko. Shit. Þú veist, stuðullinn á Ryan Garcia myndi vinna by decision var sko 17, þar ég tjekka á Coolbet daginn aðeins. Sko, hann var 6 að myndi vinna, þú veist, by finish, eitthvað, og 17 by decision, sko, út af því að hinn er svo teknísku, sko. Þannig að maður var alveg bara svona, en svo er náttúrulega, þú veist, það er alls konar, þetta er rosalegt ár í boxi, sko, rosalegt ár, og náttúrulega fullt eitthvað svona frík-eventum eins og hérna Tyson, hérna, sko, en þú veist, það er margt framöndan, rosa margt framöndan, sko. Og það verður á Netflix, en hvað er að sjá, hérna, 15 Mike Tyson, er að fara að sjá, er hann að fara að pakka hann saman, eða? Ég veit ekki hvað maður hefur. Sko, ef allt er eðlilegt, þá ætti Jake Paul að vinna, sko. Já, það er svoleiðis. Já. Þú veist, gæðin er 57 ára, sko. Akkurat, já, hann er 57 ára. En það sem er líka máli, ég man ekki hversu mikið við fórum yfir þetta síðan, sko. En þú veist, hann er 57 ára og hausinn er ekki alveg móttækilegur fyrir hvað sem það er, sko. Nei, er þetta ekki, er þetta bara sorglegt, eða? Jú, þetta er mjög leiðilegt. Og líka þú sér bara hérna, enginn af stóru promótorunum taka þetta og Netflix tekur þetta. Sér er fucking Netflix búin með eitthvað svona. Og svo er maður ekki séð reglunar, það var alls konar reglur, sko. Þegar hann og Roy Jones keppti, þá var bara jafntefli, skilur. Basically, bettur á boxbota, stundum stendur draw will eliminate the bet, skilur. Þannig að allir að betta $1 million á Tyson, skilur, svo bara eliminatist það var jafntefli anyway, sko. Ok. Þetta er eiginlega bara hype. Já, þú veist, þetta er alveg auglýsing, sko. Já, en samt kannski 57 ára gaur á móti einhverjum 30, það er kannski aðeins of. Mér finnst þetta bara asnalegt líka, þú veist, ef hann myndi rota Mike Tyson, sko bara allir myndu hata hann, sko. Já. Og nema kannski 12 ára krakkarnir í dag sem halda hans ykkur snillingur, sko. Já. Hann er bara marketinggerpi, sko. Og hann gerir það vel, sko, málega það. Og hann málega það. En hérna, þú veist, allir myndu hata hann fyrir gaurinn sem að, því að, þú veist, það skiptir engum máli við hvernig þú talar 95 og eldri, skilur. Ég veit ekki, mér er örgulega þess að yngra, sko. Þú veist, hann var most feared person on earth, sko. Og það vita allir söguna, sko, hann er búin að gangi í gegnum þetta. Svo er einhver hérna, YouTube-trúður, eitthvað að fara, þú veist, berja 60 mann. Að ég held ekki að ég held að Tyson þurfi ekki pening í dag, sko. Ég held að sé ágætis málum, sko. Þannig að ég skil ekki alveg, sko. En það er ekkert sem ég þarf að skilja þessu, sko. Nei. En það er líka bara eina sem að færa á TikTok, það er hérna Mike Tyson að tala eitthvað andlega og eitthvað svona, sem hann gett góð maður og svo fyrir hann í svona, sko. Hann er sann kóngurinn. Gaman að horfa á gömlu vídeóum við hann, sko. Það er bara rosalegt, sko. Hann var líka svo snarbilaður, sko. Það eru Votikláts með okkur, 15% afslut með kóðun góðistrakar á votikláts.is. Hann fyrir að detta út. Ekki hendi fyrir að detta út kóði. Já, veistu af hverju? Að þetta er komið á allar hárgreiðslustofur landsins. Allar þessar helstu. Það eru stærri plönu í gangi. Hvað verður þú í klippingu? Tobbi maður, King Tobbi. Tobbi alltaf með þetta. Madák. Studio 110, Studio 220, allir með þetta. Hann er mættur í pakkan. Já. Það er hérna. Thank you. Og svo getur þú geimt tyggjóið í hólfinu. Já. Hólfið er fyrir tyggjó. Já, það er tyggjó og lumma. Þetta er eins og lummudollar, sko. Já, það er fyrir tyggjó. Þetta er bara gel. The dude. Það notar engin nikotín hér í þessu stúdíu. Er þetta komið í nýjar? Var þetta ykkur öðru? Nei, þetta er ný bylting. Já, þetta er sænska byltingin. Já, en Votikláts vildu vita, þú veist, að þú ert landsliðsþjálfari. Já. Í hnefuleikum, á Íslandi. Ef þú ættir að koma með svona topp. Þú ættir að gera þetta dramatískt. Já, ég veit ég ætla að gera þetta landsliðsþjálfari. Það átti að vera TikTok-klippa, sko. En að Votikláts vildu vita, þú veist, hvað er topp 5 efnilegustu hnefuleika kappa landsins? Það er mjög ósanngjarnt að ég fara að henda ykkur lista hérna, sko. Já. Mjög ósanngjarnt, sko. En við erum með rosalega marga. Hver er að fara að taka næsta skrefið? Næsta skrefið að vera eitthvað svona þekktur. Já. Það eru mjög margir, mjög skemmtilegar hana, sko. En þetta er, ég veit ekki alveg hvort það sé eðlilegt að ég sé eitthvað að segja það, sko. Nei, er ég að henda upp úr rútuna? Nei, þú getur ekki að því, sko, en ég held bara svona, þú veist, það er mjög skrítið að ég sem eins og þú segir, landsliðsþjálfari, sé eitthvað að pikka einhvern einn úr þeim hópi eitthvað, sko. En það, þú veist, það var svolítið gaman eins og Íslandsmeistaramótið daginn, þú veist, það var margir mjög stóri bardar, ég meina,
Elmar kláraði sinn og ég meina Viktor kláraði sinn og svo er að velja boxara dagsins, skilurðu. Já. Og það var bara valið á milli ungra krakka, sko. Já, það var bara dómarinn voru samanlega, voru erlendi dómarar líka, sko. Já. Þeir voru allir bara á ungustrákunum, sko. Það er að koma upp heldur flottir hópar, sko. Já. Og svo valið hana Ronni litli, sko, sem er, 48 kíló, 15 ára, sko. Já, geðvist. Eða 16, ég man ekki, þetta er svona, mér finnst það cool, sko. Já, mjög. Og það gerist nefnilega ofta, þegar það eru margir bardar, þetta er basically aldurs og þyngdarskipt, þannig að ímyndaður átt 48 kíló og 17 ára, eða hvað, 16, 15 ára, 15 ára. Þú veist, þá ertu bara inn á fyrstu bardaganum, svo gleymistu bara. Svo bara allir að muna eftir stóra róttökin í lokin eða whatever. Og ég skil það alveg, sko. Já. En svo þegar það verið að velja þá, þú veist, þá oft svona einhvern veginn þessi gaurur ekkert, ég meina einu sem var valinn Icebox champion sem var á undirkartunum bardaganum með 3 og allir bara, what? En þeir voru lengur búin að gleyma bardaganum, sko. Gaurinn frá Noregi, sko. Og mjög flottur gaur, sko. En mér finnst svolítið gaman þegar dómarar gleyma ekki svona, sko. Já. Og erum við alltaf með sömu dómara á Íslandi? Nei, er eitthvað 3 geitur bara það? Nei, ringurinn er svolítið lítill, sko. Já. En, þú veist, það er alveg eitthvað aukast, sko. En eins og með, þegar ég flytt inn erlend lið, þá græði ég alltaf líka einn dómara með þeim, af því ég vill líka að þetta sé jafnt. Já. Og það er oft, það er koma oft eitthvað svona decision, og það er bara svolítið fyndið að allir í salnum eru brjálæður að hafa skoðun, en veit ekki eins og hvernig þeir verða að skora, sko. Já. Og þekki ekki regluna. Getur þú útskýrt eins og fyrir hlustundum, hvernig er sko það basically, það 4 hliðar á hringnum, að dómar á hverju hlið, skilur eða þú veist, það getur verið 3 dómarar, getur verið 5 dómarar, bara það verður að býta í það getur ekki verið slettala, þannig að þú veist, það er alltaf dómarar, þú ert aldrei að horfa frá sömu hlið annar dómari, þú mátt bara dæma það sem þú sérð, þannig að þó að salurinn öskri, ef þú ert á baku höggin, mátt ekki taka það inn, sko, en þú ert ekki að telja höggin, en það er samt telur, sko, decisive shots landed, þú veist, högg sem þú tekur sem að lenda á target area, skilur það er ring dominance, hvernig þú ert að nota hringinn stjórnunum, það þýr ekkert endilega sért í miðinu, auðvitað vinnur með þér að vera í miðinu og vera svona svolítið þar, en það ert góður utan, það lítur líka mjög vel út, sko, og svo er eitt mjög stórt sem er desire to win, skilur ertu að elta að vinna, er hingurinn ekki að gera það, er hann að nýta það gegn þér með að ná að svara alltaf, þú veist, þá náttúrulega er hann meira að lenda, meira clean, og það sem telur mest er clean shots landed, sko. Já, ok. En svo getur verið, þú veist, sem að við erum að keppa og þú vinnur fyrstu lótuna, bara vinnur hana, þú veist, þá er 10-9. Já. Ok? Ef þú myndir vinna mig mjög greinilega, þú veist, það er bara mjög greinilega og þannig að ég sé eða svona bara í vandræðum, þá getur það að fara inn í 10-8, en það þarf mjög mikið til, sko. Já, ok. Og svo getur það að fara inn í 10-7 ef þú ert bara niðurlæðið með, sko. Já. Þú veist, þannig að þú pælir í, ef ég vinn fyrstu lótu og ég vinn aðra lótu hjá 3 dómurum af 5, þá eiginlega getur ekki unnið. Ok, ég kom með 3 dómara á mitt band, 1 lót eftir, þú bara með 2, þannig að þó þú myndir ná einum af þessum 3 í síðustu lótunni, þá er ég samt með 2 lótur hjá þeim, þannig að þá er ég búin að vinna þig, raun og veru. Þannig að þetta er svolítið tafl líka, svo maður er út á stórmótum, ég var Elmar út á boxam og við vorum á Norrlandamóti, þá getur maður séð skorið, hvernig þið skora hverja lótu og mismunandi dómar og þú ert svona bara what, okkur er 3-2 fyrir hinum, þá ertu að hugsa kannski þú þurfum að breyta taktík til að fá dómarann á þitt band, skilur við. Já, ok. En kannski bara gekk vel í fyrstu 2 og þá bara við erum með þetta, þú veist, ok? Já. Þá þurfum við ekki að vera stressa okkur. Og það er allir brjálar út í að síðasta róta gekk svo vel, make any sense, þú veist, af því að þetta er svo, þú veist, ef þú slegir niður í amatörboxi, meiri sem við að talið er, það er ekki dreigð, þú veist, þú lækkar ekki, sko, þú fer ekki automatist eins og í próboxi niður í 10-8, það bara er ekki þannig. Já, ok. Er ekki þannig. Nei. En það reyndar og það á ekki að vera, þú veist. Ef þú myndi vera að vinna með alla lótuna sem lóta verið jöfn ég myndi kýla einu föstu höggi eitt svona automatic bara svona dúf högg dómarar eiga að telja þá eða þá þú ert í köðlum ert ekki verið og þeir að stoppa og byrja að telja ef að lótan er jöfn þá er þetta alltaf tiebreaker sko. Það er, þá myndir maður alltaf og það á ekki að vera og ég er að segja eitthvað sem er ekki í reglunum en þá samt þú myndir alltaf hallast að þeim sem fekk talninguna sko. Þannig að en ef það er enga talningar og þetta er bara mjög jaft og þá er að tala um mjög jaft að það lítið lent hug, desire to win ring control og allt þetta þá getur þetta bara fallið báðum megin og þeir allir eru brjálaðir og veit ekki reglunar getur ímyndið eitthvað leðilegt að vera fyrir saman eins og síðast 1700 manns og þjálfariðin segir að þú vannst bara, ég held þessi með þetta er jaft, ég held þessi með þetta svo vinnuru, svo pú einhverju 300 manns come on. Akkurat. Það er hálfglata sko ég skil alveg hæpið sko en at the end of the day þá er þetta amatörbox þetta er leiðilegt sko en þú veist, come on. Já, og líka sko, ég hef verið báðum mægin by the way já, að því sko
að því fólk líka skilur ekki hvernig dæmt, sko. Einmitt. Og veist, eins og desire to win, það til dæmis bara að þú ert endalaust að pússa eða... Segjum bara að, þú veist, ef við erum báðið gett lítið að kýla, en ég reyna aðeins meira, þá ég meira að reyna að sína það ég er að reyna að vinna því, Akkurat. Það telur. Já. Og svo segjum við að við erum báðið að reyna gett mikið, ég reyna ógeðslega mikið, þú er að bakka frá því og refsa mig fyrir það, þú veist, þá er þetta orðið debate, ef þú ert að lenda fyrir höggum og at the end of the day, þá er alltaf, það vegur alltaf þyngst. Já. Lenthögg. En svo út í heimi í bóksinu, eru stundur svona decision sem að þú bara skilur ekki? Í pro-boxinu alltaf þetta bara oft mjög corrupted, sko. Já, það alveg þannig. Já. Og minna í amatör í dag, því það var mikið að spillingu, sko. Já. En þú veist, ég meina eins og, það frækt, ég veit ekki hvað það þið hafið síðan, þú veist, Roy Jones var alltaf rændur gulli á Ólympíuleikum einu sinni í Kóreu, sko. Já. Kóreu, Japan, mann ekki, á móti, Park Ji-hoon, og þú veist, það var bara alveg fáránlegt, sko. Já. En þú veist, þetta hefur komið fyrir, ég meina Holyfield líka lenti í vesinni, Mayweather var rændur, skilur, og þú veist, það búið að breyta hans skorakerfinu, en þú getur ekki eitthvað prakkarast með skorakerfi, sko. Okay. En á móti kemur náttúrulega, þú veist, það er alltaf peningar á bakvið, allt sem er að setja pening á bakvið, sko. Og pro-box, skilur, þeir velja svolítið bardaða sem hendar og eru með dómara sem þeir eru á bakvið, skilur, þannig að auðvitað telur það. Þú veist, auðvitað telur það. Að sjálfsögðu. Þannig að, þú veist, ég veit ekki hvort maður eiga að skilja það, þú veist, en þetta er náttúrulega bara oft alveg fáránlegt, sko. Þú sér bara eins og bardaðin Ryan Garcia og Devin Haney. Já. Það var einn dómari með, var ekki jafntefli 112-112. Samt fekk, ég sá ekki, sko, Ryan Garcia fekk sko 3 talningar á Haney. Já, ok. Og hinn fekk þú veist, og hann fekk líka point deduction út af því hann sló hann á bjöllunni, þú veist, þannig að raun og veru, þetta er oft bara eitthvað svona út í hött, sko. Er Ryan Garcia, hann að verða eitt sá stærsti í dag, eða? Hann hefur alltaf verið eitt svona stærsti á social, sko. Já. Hann var ógeðslega góður back in the days, sko, svo það bara, þú veist, fræðin svolítið búin að grípa hann, sko. Já. En hann tapaði hann alltaf á móti Gervonta, eða ekki? Já. Hefur ykkur unnið Gervonta Davis? Nei, en þú svo líka bara það, þú veist, það var alveg svona að vita, hann var með brákar ribben, fór inn í fæti með brákar ribben, sko. Já. Og einhvern veginn vissi Gervonta af því, sko. Já. Fyrst á nóttinni, þú veist, beinti ribbinu, sko. Já, nýtt sér það. Þú veist, þannig að þetta er líka corrupted á þennan hátt, sko. Já, myndirðu vilja sjá rematch fyrir þeim? Það var ekki auðvitað, sko. Já. Og líka bara hvernig það er sett upp, sko, áhugavert, sko, hvað þyngd, eitthvað. Þannig að RoseCBD.is með okkur jeppapakkin 30% spektrum CBD-olían, mælt með 1-2 drópum, nota 3-4. Menum líka kremið, þú veist, með XM eða psoriasis eða eitthvað, þá svínu beint í mýktina, svo nota ég rakakremið, það er svo að setja smjör í andlitið á sér. Já. Og ég aldrei verið jafn mjúkið, sko. Já, maður er eins og nýr. Endar oft upp í mér, og það sést, en það er bara svo það er. RoseCBD.is 50% með afsláttu kónu, góðu strákar. Miðanir á Icebox, það er að kaupa mismunandi miða. Já. Það er almenna stúkan, þar ertu bara upp í stúkunni. Já, og fólk má alveg vita það, þú veist, núna alltaf ringurinn í miðjun á salnum, sko. Já, þannig að sætin er alveg lengra frá, sko. En þú veist, ég held líka bara ofta tíum, það eru margir sem vilja freka verið betri stúka en VIP út af því að þú ert með meira overview yfir hringinn, sko. Akkurat. En VIP er bara VIP, skilur. Já, ég er bara þannig gaur, ég verði að vera VIP. Já, líka gaman, skilur. En já, þeir eru bara sama verið hefur verið áður, sko. Og ég ætla að hækka verðið þegar það eru 80% farnir, sko. Já, flott. Og bara reyna að þenni viti betur hvernig ég geti skipulagt, sko. En þú veist, ekkert alveg lett, sko. En svo er betri stúkan eins og það sé pallanir sem ég seti upp sem er, þú veist, alltaf með þitt sæti, skilur. En það er alltaf bara first come first serve, sko. En þú ert með stól, skilur. Og þess að vera í handboltabekk, sko. En svo er alltaf gaman að vera í grötsinni í handboltastúkunni, sko. Það er gaman, sko. Já. En betri stúkan, það er sikkur megin, eða? Já, sikkur megin við endana, já. Og er það eins uppi, eða? Bara pallar uppi. Já, pallanir. 4 hæðir. Bang. Og svo er það ringsæti VIP. Bestu sætin í húsinu við hringinn. Innifalinn matur og luxus, smáréttar hlaðborðið á efri hæðinni, lokuðum sal, óáfegnir drykkir, takk fyrir þetta. Check. Já. En allt þetta er einungis fyrir keppendur og þá sem sitja í ringsæti VIP. Það er Dúróni. Enn og aftur. En ég segi alveg, og ég hef oft sagt það, skilur, þú veist, ég hef oft spurður eitthvað, getur ekki númera sætin, sko. Jú, ég hef alveg spáð í því, sko, en þú veist, ég fíla bara að fólk mæti tímanlega og síðast og líka þá sjá, og mér er alveg saman að fólk mæti snemma og setja jakki sæti sitt og fer svo bara upp að borða og drullir saman, sko, en það eru bara x mörg sæti, þú veist, það eru núna, það eru,
hvað, 240 VIP með þar versus 120 áður, skilur Já, ok. og það eru bara eitthvað undir 100 eftir þar núna, sko og betri stúkan, þú veist, það er hérna meir en helmingu farin að henni, sko það er þá 6 vikur, skilur en svo náttúrulega kyngir almenna stúkan endalaust, sko svo verð ég bara með ykkur ég ætla bara að fá okkur nýða fyrir mig að vera að svara skilabóðum varandi hvort ég get ekki reddað hafa auto-reply, get ekki reddað Manstu, við hittum einhverja tvo fella þarna síðast og það var einhverju 2 gaurar sem hefði aldrei hort á box þeir hlustuðu á þáttinn þeir voru mættir hérna í VIP bara Já, djöfull var gaman að það eru glæsilegir gaman að spjalla við þá og þeir dýrkuðu þetta sko ég býst bara gaman þegar ég fæ fólk að nefnt sem hefur ekki hort á box eða hefur engan áhuga á einhverju svona en fíla viðburðin sko og hérna þetta verður bara, ég tjóður að tala mikið um box, ég fíla það ég get talað um box endalega svo fyrir hversu mikið fólk hérna að hlusta það sko en hérna ég get tekið eitt lið eftir smá allt sem ég hérna bara get gert auk og ef fólk er með einhverja hugmyndir eitthvað til að gera það er allt til að bánsa boltanum sko svo þetta sko maturinn aðna í alveg það er eiginlega hægt shout out á Matakompani Gumma, King Gummi í Matakompani er kóngurinn sko þú veist hann fær alveg kredit sko en hann fær ekki nóg kredit fyrir það sem hann er að gera hafið þið smakkað eldaböskuna já, það er styrlað sko hann er bara hérna Gummiölin þau eiga það alveg skilið að hérna eldaböskan var hérna kostandi hérna sko það er styrlaði matur sko já og hérna og ég hef enga hagsmunir að geta en hérna þú veist, þau bara deliver alltaf sko. Og svo hérna getur bara vel verið að vera með einhverja landslýskokka og eitthvað svona núna eitthvað vesen sko eitthvað ekstra sko þannig að, já, allt sem ég get gert auka sem er ekki mikið vesen, ég er alveg til að setja fjármagn í eitthvað sem gerir eitthvað sko en ef það er ekki þannig ég þurfa að hérna búið til eitthvað vesen hérna, hvað er kameran sem er verið að horfa á? Er það þessi kamera? Þú þessi Er einhver með rútu hérna sem myndi hafa áhuga á því að skuttla fólki í stuttum rútuferðum inn í Kaplakrika? DM inn í Kaplakrika? Nei, bara að Kaplakrika það er bara risastóra rútu Ég vil bara, þetta er eitthvað sem ég langar að gera sko það er alveg að gera og það er að vera með hérna saman hvort ég ná að tala við Fjarðarkaup og fóði leið fyrir fólk til að leggja þar eða eitthvað bara hafa bara, þú veist, þegar húsa opna 6 það er bara ferð 18, ferð 18.20, ferð 18.40 frá bílastæðinu í fucking Icebox rútunni Já, þetta meina bara út af bílastæða vesinu síðast það var allt fullt síðast fólk var ekki í Fjarðarkaup síðast og hérna, þú veist, fólk var að leggja eitthvað wherever, ég veit ekki hvar sko, og var eitthvað kvart í mér, ég bara fucking mætti fyrir mig ég vil ekki til að leiðilega eitthvað vera með hérna eitthvað stæla sko en hérna þú veist, þetta væri bara úrslega cool líka þetta var bara geðveikt út og gera bara koma 50 manns og koma 50 húst ég tek alltaf á mig 10 krónar sektina hendi kíun upp á Gangstétt ef þú ert með rútu og langar í partí DM, þögfaður það er máli það er einu skipt sem ég missi af einhverju Icebox það er þegar ég kíkja þarna upp í matinn já, nú er lengra að fara í matinn en ég held líka, þú veist ég þarf hoppjól fyrir mig það þarf að vera í smert mér já, en ég er líka, núna er ég búið til merch maður það? Já maður, ég er að búið til svona spegla svona hanska til að hangi speglunum á bílum Icebox, litla bóksanska litla bóksanska til líklakipur, bóli hérna frekar cool sko og verður eitthvað bás þá? Já og svo verður alls konar eitthvað svoleiðis dæmi hérna þú veist, mér langar að vera með hérna fótobúð og eitthvað svona dæmi slush fyrir krakkana og blöss fyrir fullorðna þess vegna eitthvað gæja með blöður nei, veist bara, hérna, eins og ég segi hérna, allt sem ekki sens svo er ekki mikið vesen þú veist, kom hérna sko Herru, ég ætla að fara í eitt lið Nei, ekki fara að spyrja mig eitthvað klám, eitthvað stelling ég er ekki þannig Guður. Og það er ég með hugmynd byrja mig upp í stand og byrja á þessum brandara þetta er góða tökur Herðu, þetta fara bara í hvor er óþægilega fyrir þig við tökum suma gesti í þetta og var þetta notification? þetta er leyndi hæfileikin þetta er þetta fáránlegt sko en ég ætla að sýna það fyrst loðbolta dagsins Sko, við í Götustrákan, við elskum 3 hluti það eru loðboltar, börn og kvenfólk við elskum þessa 3 hluti Þetta meina loðbolta sem dýr þá? Já, við kvöldum á loðbolta út af krúllegt Í búið eigadýr Já, þetta er búið eigadýr.is með sportsmennsbræði fóðurrið ægrúm, háræða, feldavörunar
Það var versla fyrir 10 skall, frí heimsending 15% alltaf með góðan góðsókar Þessi dýrkar fóður í Sportsman's Pride Pældi að væri til fólk sem væri með svona dalmatíu hérna look Já, það verður Það var enda styrlað sko Svört eyru og allir út í ykkur dálk með svart kringum augu Já, svona blandað af Hann er dalmit Já, blandað af Það verður rosalegt Svona blandað af Eskimo og African American Já, panda Þetta er flott Hann er dalmatíu Herðu Hvor er óþægilegra? Þetta er bara 2 situation Ég okay. ætla bara að spyrja hvor er óþægilegra fyrir þig Kvíði fyrir þessu strax Já, hvor er óþægilegra? Að festast í liftu með gömlu bekkjafélaga eða gefa spaðan og klestan eða gefa og fá klestan í hendina Vá, shit Gefa spaða Gefa spaðan og fá klestan í hendina frá einhverjum frægum Það er öruglega hérna liftudæmis Lyftan er Ég ger alltaf viðbjóður, svona sko. Ég ger alltaf svona Já, gerðu það fyrra bræði Já, gerðu þetta Svo ger ég fyrir fólk að heilsa mér hérna. Já, Þú veist, þannig að ég tek hitt klála því ég er dúirinn í hinnudæminu Já, Já, ok, ég man ok. þú gerðir þetta ekkert um í Já. úrklæð sko. Ég var bara mindfucked Já, sko. Það er allir bara hvað já En já, ég veit ekki alveg hérna að lendi í liftu með einhverjum sem er ekki að tala um Svo er ofta okkur svolítið óþægilegt og ég hef örgulega gert það sjálfur sko. En ef maður hittir einhvern sem maður svona man ekki alveg nafni Já. kannski og veist þú þekkir hann helling og Já. eitthvað svona Ég gleymi aldrei andlitum sko. Nei. En ég man rosa illa nöfn sko. Ég er sammála Þannig ég er með svona nickname á alla krakkan í bóksinni hjá mér Já, veist. Pizza Boy, Ronaldo já Erika Ollin, Ég sé Lord alltaf- Noel, ég er bara svona alls konar Gabbi, kallar hann M&M, þú veist, fullt þessu nöfn að því Já. ég bara man andlitin, Já. en svo hittir mér eitthvað bara, Já. svo bara, getur ekki græða eitthvað fyrir mig, bara, jú, hérna, svo bara, kem ég alltaf með besta. Kottu með fullt nafn. Oh my god, guð, það er enda Já, rosalegt það er sniðugt Ég leið mér að skrifa, kottu með fullt nafn. Já. Já, og bara, Já, aldrei ég með segi nafn. alltaf Já. sko, Pjaxi Já. Pjaxi, ef ég man ekki namnið Pjakkur Ég heiti Bergur. Já. En þetta dæmi hérna, kottu með fullt nafn. Já, Þú veist, það er þetta, endar mjög IQ move Já, ég held að ekkert með IQ mitt að gera, ég held að segja mjög lágt sko, en nei, ég reyndum ekki svo ekkert, en þú veist, ég bara, þú veist, ég held líka að segja búið að vera svolítið á hausinn á mér, allt sem er búið að ganga á, sko, þannig að ég held að þetta sé að spila inn í, sko, þannig að, Herðu, nummer 2 Hitta fyrrverandi með manga sínum Fyrrverandi er með nýjum kærasta ok, við ingangin hagkaup hitta svo sexunum í viðbót í búðinni eða vera á businessfundi og drekka vittlust þannig að það vart að hósta í svona 3 mínútur og svona kingir vittlust já, eftir 3 mínútur bara, Já, það er bara örgulega fór það, vel ég og fyrirhundir erum mjög góða vinir, sko, Já, þannig að en það all hittist good. alltaf aftur Já, bara bara cool, hjá einna tacobarnum að í ég hagkaup gæti ekki Já. hægt að tala vel um fyrirhundi kona mína, sko, Já, ok, þú veist, ok við erum Já. bara hérna, hún er endislega, ég var hann alltaf að þakka, sko, Ok, og ok mikið af því sem ég er í dag og mikið af því sem ég er í dag á ég henni rosa mikið að þakka bara fyrir þólum en að fá að gera það sem ég hef verið að gera til að byggja upp það sem ég er að byggja upp sko. Já, já, svo í já. dag erum við fyrirvandi en við erum, þú veist, hún er hérna og ég er ekki að segja þetta bara eitthvað því ég myndi segja þetta við ykkur í hitt Já, já, sko, ég skil þig. hérna, þú veist, fyrir mig að hitta hana er bara minnstamáli heimi og vera með kærasta bara let's go sko. Já, Ég ber bara fulla vinningur værið þú alltaf kærast það? Nei, þið ennþá hérna maður Já, já Já, það er fallið Sparki í hælinn svona þegar hann lappar. Nei, við erum mjög góð sko. Já, Hérna, ok, þá er hérna, maður sjá Herðu Stípla klósetti hjá einhverjum eða lappið tilbaka eftir keiluskot Það er mjög hallar Sko, lappið tilbaka eftir lélegt keiluskot, það er Já. mjög slæmt En lappið tilbaka eftir gott keiluskot Þú heldur að allir séu bara fucking Já, þetta er That's the guy sem Já. snýrðu við og það er öllum Já, örugglega allir í já. símanum og allir bara, hei, Já. sáu þið ekki Já. þetta? Jó, flottur Já, flottur. Takk Þetta er líka bara svona að snúsi við í þessum trúðaskóm Já, næsti Man heldur maður hafi bara verið að séra heiminn, sko Já. Öllum drullu saman, sko Já, já, já. En ég held að það sé klálega hitt, sko Já, stípla klósett Já. Nennið því ekki En gaur, eins og ef maður var á sjónum Þú veist, ef ég var á sjónum, maður tók ég sinni í vöruna Já, já, Bara mjög gott ég hætti því Já. En það kemur oft svona bakslag í vasslasunum á klostinu ok Nú opnar okkur nú, kemur svona oft vatn upp Já, Já, varst, Þegar þú ert að losa, Já. hún er klósett já Svo kemur það tilbaka já Nei Jú, ég á einn félag, Beggi, Tóta Shit. Já, Sem eins og stíplaklostið, sko já, Þú veist á hvað það er stíplað, skilur Svo kemur baklónin út að losa úr vörun og fær það bara upp í, sko Já, Þannig að, þú veist, það er 2,0, sko já, það er ekki Toppaði gott, það, sko. ekki gott, Það er ekki gott Toppaði það. Herðu, það er síðasta Þetta er rétt, held ég Mjög það Já, samt svo saklust Já. Þegar það er sungið afmælisöngitíðin eða þegar það er verið að horfa á því að opna pakka Sko, ég veit ekki, ég fer alltaf í veiði, þú veist Já. Já, maður á sundaginn, sko það er svolítið Ég fer alltaf í veiði á Hvað eru gammal?
Ég verð 23 ára. Herri, ég er að vera fucking 35 ára maður. 35 ára. Þetta verður að klára stjáðið meistari. Nei, ég lifa alltaf eins og ég sé 25 ára, sko, og hugsa mjög vel mig, sko, þannig að þetta er hvað sem, ég myndi ekki segja að vera með aldur komplexa, sko. Nei. En þú veist, ég hitt alveg húðlækna og svona 3 mánaða fresti og eitthvað svona, held með það, sko. En ég bara klálega, maður er farin að taka eftir í að þú veist, ég er ekki lengur tvítugur, sko. En bara gaman, sko. En ég horfa mér upp á annars, ég býst alveg hvort bökandi, sko. Já. Mér fyrir mig á meðinu opna, sko. Já, en ég finnst þið hvort bökandi. Mér finnst alltaf þegar ég er að opna pakkar, allir svona horfa og bíða og svona sjá viðbröðin og... Það verst að opna pakka er eitthvað sem þið langar ekki í, sko. Já, það er vant, sko. Fær kannski bensínstöðar hanska frá ömmuðinni, bara Já. Og maður þarf að fagna bara. Það er sumar. Jessa mamma, let's go Það er maður. vont, sko. Fucking love it. Nei, mér finnst þetta ekki erfitt, sko. Já. Either way, sko. Ok. Bara bæði einu, sko. Ok, og bara komst nokkuð vel út úr Var þetta erfið þetta með? Nei, það var ekkert erfitt. Okay. Við erum bara svona líka. Við erum ég er svona hann að lendi í ykkur riksu hérna, sko. Já. Við erum búin að hætta með nafni Götustrákar. Heitum Mömmustrákar í dag. En það er svona raunverulega okkur dót, sko. En herðu, Erika fyrir að koma til okkar. Já. Geturðu sagt okkur hans frá Eriku? Hvað get ég ekki sagt, sko? Ég veit ekki hvað ég á að segja og hvað vil ég vita, sko. Bara svona hvernig karakterinn Já, hvernig er hún? Því hún var að vinna, hún er fyrst Íslendingin til að vera Norðurlandameistari. Já. Sem er náttúrulega eitt og sér bara klikka, sko. Já. Og mikill bara heiður fyrir mig að fá að taka þátt í þessu ferðalagi minni, sko, og ná þessu og fucking 17 ára, sko. Já, hún er bara 17 svakalegt. Já. Hún er 18 árin og næsta ári er hún komin í fullorðinsflokk, skilur. Þú veist, bara 17 ára lítið stelpa, skilur. Já. Úr vóunum hérna, skilur. Bara þetta er vangið, sko. Já. Og svo er bara eitthvað þú veist, ég er rosalega fólk er alveg séð að ég var svona eitthvað að tala í eitthvað svona podcast, ég er rosalega tilfinning að vera, sko. Já. Og þegar hún vann ég var bara hágrænandi, sko. Já, þú veist, mér skammast mér ekkert fyrir það, sko. En þú veist líka bara að ég sé þetta svo lengi, sko. Þetta er líka svo mikil vinna sem er búið að fara í allt og... Já, en svo er svo mikið X-faktorum, sko. Eins og? Við erum litli bróðurinn, sko. Já. Þú veist, við erum að keppa hana, við töpum nokkur barðan sem mér finnst ekki sanngjarnir, ég myndi að segja það, skilur, en mér fannst það bara ekki. Og svo, at the end of the day, þó það séu reglur, við erum samt bara Ísland, sko. Já, akkurat. Og öll þessi lönd eru búin að eiga 20 svona titla, skilur. Svo hitti ég vinn minn sem að, er þjálfarinn hjá Noregi, sko. Og hann sá bara, ég var alveg í rusli, sko, ég bara hágrænandi, sko. Hann tók bara þetta með David. Cry all you like, you know. This happens so rarely, man. I understand how you feel, sko. Þannig að bara let it out, sko. Þannig að fyrir mig og öll vinnan sem að þau eru búin að leggja inn, Nóel hann á silfri, hann er mjög stórt líka, skilur, lendur á móti gaur sem er mjög reyndur, skilur, og bara frábært í honum, sko. Hann vann Noreg, skilur, og þú getur ímyndað hvað þarf að vinna marga til að komast í norska landslið. Já, það er eiginlega. Já, svo er Elmar, þetta er annað skipti sem við förum á stórmót, ég með Elmar. Og hann lendir á móti bara besta gaurnum í fyrsta fætt, Samu á móti í Spáni, fórum til Spánar að keppa, lendir bara í fyrsta fætt á móti Chinese Taipei á móti gaur sem er að fara á Ólympíuleikana. Já. Þetta er bara hvernig dreigið, sko. Já, það er bara eiginlega svo stundum bara heppni. Já, alveg svaka, sko. Þú getur komist inn á Ólympíuleikana og þú getur komist allavega upp á silfur, sko, eða gull, eða þú dregst rétt, sko. Já, ok. Og svo getur dreigist bara mjög vitlaust. Bestu gaurinn í flokknum getur verið bara á móti hvernig verðum í fyrsta bardaga. Annar er að detta bara út. Þú meinar. Þetta er bara elimination. Já, þetta er þannig, sko. Þannig að þú ert kannski 32 landa úrslitum á Ólympíuleikunum og þú lendir bara í fyrsta fæt á móti gaurinn sem varst að vona að fá í úrslitum. Og annar eitthvað er að fara áfram og hinn er bara úr í preliminary, sko. Þannig að þú veist, þetta er líka það. En þarna lendir Erika á móti stelpur sem hefur keppt á móti áður á Íslandi. Í bara jöfnum barða á Íslandi, sko. Og þú veist, ég þekki Eriku, sko. Og ég efast að hinir hafi séð það, sko. Veist, og þetta er úrslega mikilvægt, þetta er mesti faktorinn við að vera þjálfari. Og mér er veist, ég elska íþróttir og mér er skít sem allar hina íþróttir þegar ég er að tala þetta. Það er að þekkja, þú veist, vita hvernig þeim líður hvenar. Hvenar er hún stressið, þetta eru merkin, skilur. Hvenar er hún on, ég veit bara þegar hún er on þá þarf ég ekki að ágjur. En þegar hún er eitthvað, þá býð ég kannski bara upp smá stressi á mér til þess að taka frá henni, þá er hún bara að minna að pæla í sér og pæla kannski meira í mér. Þess að ég ger þetta viljandi, sko. Ég þekki bara inn á hana, og þetta er alveg margir hlutir sem að ég veit. Bara Elmar, þú veist, hann þarf að hita upp í 40 mínútur, annars er bara ekki heitur, kveiknar ekki á honum. Þú ert að gera þetta með alla hausana, skilur. Og þegar það er svona mikið, eins og getur ímyndað fyrir hana, það er allir að keppa, hún er bara bíðandi í 2 dagar. Vissi alveg hvernig hún var að keppa, vissi hvernig þetta var, vissi þetta er erfið fætt. En svo mætir hún hana bara og fucking bara rústar henni, sko.
það voru ekki margar talningar í sögur á hann og kílur ykkur fast og eitthvað svona ábyrgandi. Það er ekki margar talningar á NM og það er þyngdarflokkur upp í pluss 92 kíló, sko. Það var ekki margar talningar en Erika fekk talningu á hinagæluna, sko. Fekk talningu? Já, náðu kíla þannig að var talið. Já. Hún náði því í mínus 52 kíló kvenna, U19. En það voru, sko, 4 talningar á öllu Norðurlandamótinu aðrar, sko. Í fullanum köllmönnum 92 kíló, skilur 100 kíló gæjar, skilur. Já, akkurat. Það var ekki talningar þar, það var mjög fáar, sko. En Erika, þú veist, 16 ára, skilur, 17 ára, fucking 50 kíló. Það er líka svo miklu stælar í henni, sko. Já, en það hefur líka verið hérna smá erfitt, sko. Það? Já, þú veist, þú þarft að vita hvenar þú átt að vera með stæla og þú veist, þar kem ég náttúrulega eins og sem þjálfarinn á fyrirmyndin að segja henni og sem ég vissi líka og hérna, nú er ég að fara að stíðin á jarðsprengjursvæði, sko. Þannig ég vona að fyrirtæki hlusta á þetta. Þú veist, hún er 17 og ég talaði við hann, ég vissi þetta kæmi, sko. Þú veist, þegar hún vinnur hana, ég sagði bara hérna, nú er ég búin að gera milljón mismunandi samninga fyrir sjálf mig og bæði fyrir það sem ég verið að gera og whatever það snýra og ég er búin að hjálpa fullt af fólki og ég er ekki að tala eitthvað sem ykkur hetjuna, sko. En þú veist, alls konar fólk sem er í ykkur svona bransageir veit að ég þekki rosa mikið af fólki, alls konar dóti og ég hef svona nýtt mér það til að hjálpa ykkur, skilur, og ég er búin að gera samninga fyrir sjálf mig, marga mjög lélega, alveg fáránlega og marga bara mjög fína. Og ég sagði við hennar bara, hérna ég get alveg loðað þér, að hérna það eftir að detta inn alls konar DMs hjá þér. Bara, viltu gera þetta? Af því þú ert 17 ára og fólk heldur að geta hoppa á vagnin og alltaf þið fá frá hvað þér fyrir ekki neitt. Og þetta er rosa krabbamein í samfélagsmiðlum á Íslandi, sko. Af því að, þú veist, ég sagði bara, leið mér að, þú veist, ef þú vilt, og ef þú leið mér að vera með, þá vil ég bara vera á milli. Ég ætla bara að filtera þinn. Hún bara, já, bara endilega, bara svo lengi sem þú viljir það. Af því ég veit hvað er verið að fara að reyna að gera. Já, akkurat. Og fólk er að fara að reyna að eyrnamerkja þig einhverju fyrirtæki fyrir eitthvað frítt drasl, skilurðu, sem þú myndi aldrei nota neinu viti sem að skiptir einhver máli. Þú veist, ég veit ekki til þess að bara nefna eitthvað fyrirtæki, þú veist, segjum bara að vefjukompanið eða hvað myndi heita, skilurðu. Mér finnst mjög ólíklegt að þeir fengju hérna baksíðu á fréttablaðinu í skiptum fyrir vefjur, sko. Akkurat. Nákvæmlega. Þú veist, spáir í því, sko. En þetta er bara direct to consumer þarna ef einhver er að horfa á hana það er fólk sem vill horfa á hana og allt sem hún gerir eitthvað sem þau verður áhuga á. Akkurat. Þú ert með færri augu en þú ert með mjög líklega augu til þess að vilja sjá hvað þú ert að gera, sko. Akkurat. Og þá, þú veist, það á bara að borga fyrir það, sko. Vissir hlutir, þú veist, ákveðin föt, æfingaföt ef einhver fyrirtæki er með æfingaföt og þú veist, það nýtist þér, þú þarft þetta, bíll, eitthvað, whatever, ferðalög, þú veist, þú þarft flugmiða, þú veist, ef þú ert að skipta með eitthvað svona dót. En ef það er ekki eitthvað sem þú þarft en ekki er hann að borga ykkur einhverjum drykkjum, sko. Ég hef aldrei borgað reikninga með einhverjum hreinsunarkúrum, sko. Þetta er eins og að segja hérna farið í bíó og segja öllum hvað myndin er geggjuð, þú far miða í bíó. Kaup mér bara miða í bíó, kostar 20 skall. Það er góða punktur. Mér er bara þoleiki svona, sko. Og þetta er það sem er að eyðileggja svo mikið fyrir, þú veist, mörgum öðrum, skilur, af því að þú veist, ég er með fyrirtæki, sko, og þið væntanlega líka undir eitthvað dæmi. Þú veist, þið viti alveg ef þið viljið hjálpa ykkur, þá hjálpið honum, skilur. Og ef einhver biður 50 skall, af því að hann hefur, pointið með, ef ég fengi spons á Eriku, sem hefur alveg dett inn, þú veist, þá vill ég fá sponsor til að hún geti minkað vinnuna sína og geta einbeitt sem meira því að verða ennþá meira í boxari, skilur. Ekki að fá, þú veist, fullt af fucking djúsum til þess að geta unnið jafn mikið og verið með fullt af djúsum. Bara hvað meinar, þú veist? Hvað ætlar að fara að mæta bara í bankar og ég ætla að borga lánum mitt hérna með djúsunum hérna? Hættir svona. Við erum til dæmis búin að, við erum búin að, hvað stiðja, afturhaldingu í handbolta. Hvíta riddarann og það ekki? Nei, hvíta riddarann í handbolta, já. Grindavík og fótbolta. Við erum að treyjuna þar. Kolla. Kolla. Þetta er sko Nei, þú veist, hérna, ég veit að 50 skall er 50 skall en 50 skall fyrir fyrirtæki og 50 skall fyrir einstakling sem er að einbeita sig sem að gera, það er bara svart og hvít, sko. Já, akkurat. Þetta er svo lítið mál. Það er ekkert að 50 skall, bara hvað sem það er. Bara ef þú raunverulega langar að aðstoða eitthvað þá gerur það svona, skilur. Þú lætur hann ekki hafa 100 samlokur, sko. Nei. Nákvæmlega. Það er alveg málið. Sjá. Herðu. Erum mætt. Ó, já. Þú fyrir alltaf að fá Kött. Já, hann var hérna, ég var að spyrja Ronna. Hvað ertu nú þungur? Ég kom inn í 106 eitthvað. Svo munið það ekki. Það var bara 0,9. Það er 106 eitthvað. Það var ekki alveg 0,9. Þú sagði með þess að sjálfur, segðu alltaf bara 106. Ekki segja eitthvað. Nei, sjálfsögðu. Við náttúrulega alltaf niður. En átækið gengur vel hjá Ronna, sko. En hjá þér? Ég er bara, sko, fjölskyldummaður með 2 börn og hérna Hættu þessu. Er að reyna að halda Það er enginn að spyrja því, hvernig gengur átækið? Það er ekkert spes, sko. Ég er bara fínt, sko.
Já, það kemur. Ég að fara til útlanda, bráðum. Hann fer alltaf bara í Fittsund. Ég náttúrulega hann fór í Fittsund. Gæðin bara í ykkur rofi, sko. Ég taka nokkra búta úr maganum á mér. Já. En það ég komið slétta maga. Einn sléttur og hann verður, sko. En ég er með sinaskeiðabólgu, sko. Já, bara geggja. En herðu, nú komin annar gestur. Ertu með sinaskeiðabólgu? Hvað þetta? Það ekki einu svona afsökun. Ég þarf að vera í, sko, með umbúðir. En ég er bara það harður, fattur. Það er sama hreyfing upp í kjaft, sko. Ég nota hægri þar. Já, herðu. Við erum konum með Eriku. Já. Heiður að fá þau til okkar. Ég er bara mætt. Herðu, fyrsti Norðurlanda meistari Íslendinga. Til hamingju með það. Já, innilega hamingju. Vá, það var bara svo geggjað. Það var actually geggjað win. Það er ekkert eins og þetta, sko. Nei. Síðasti fætinn á öllu mótinu og allir. Já, var það síðasti líka. Já, það var ógeðslega mikil pressa. Ég átti bara að fluga eftir 6 tíma eitthvað, sko. Þannig að við varum bara... Veist, ég var bara, vann bardagan, vann svo besti kvennabóksari, youth. Já, ok. Það breytti það ekki í dag, hann var valinn best youth boxer. Það? Já. Sem er huge. Það er sko, það er bara, það er eitt að vinna Norðurlandamótið og svo líka að vinna bara best youth boxer. Það er bara, það var bara svakalegt og það var líka ógeðslega góða gellur í, það við vorum ekkert, það var ekkert bara eins og þetta var bara ég og einhver annar gella, skilur. Þetta voru alveg, það voru alveg 4 stelpur eitthvað og 6-8 stelpur. Og margar alveg mjög góðar, sko. Það var ein sem var á eftir mér, hún var með eitthvað 100 bardaga eitthvað. Já. Ok, gæðum við. Hún var fárlega góð. En þessi sem vannst í síðasta bardaganum, var hún einhver svaka bóksari? Sem ég keypti þá á móti á NM. Sem vannst bara titilinn á móti? Já, hún er í sænska landsliðinu. Hún er mjög góð bóksari, sko. Og það gaf mér kannski, ég keypti á móti henni áður. Þetta er auðvitað svo lítið svona, kvennabóksi í Evrópu, skilur. Þannig ég þekki öll nöfnin í flokknum mínum, svona eiginlega, það kemur eiginlega ekkert upp og maður er bara, hver er þessi? Hvað gimmir hún í? Maður veit eiginlega allt, þannig, en hún var búin að bæta sig alveg helling, með að við, hvernig hún var síðast, þá var þetta var ekkert með að við, sko. En svo líka bara, þetta er Svíþjóð, sko. Já. Ég veit alveg að það er ekkert, það er rosalega stór hópur af fólki frá öðrum löndum sem býr í Svíþjóð. Nákvæmlega. Skilur, og það er rosa mikið góðum bóksurum sem koma þaðan frá, þannig að frá Afganistan og alls konar svona löndum í kring, mikið mjög góðum með þess að bara hjá okkur, sko. En og það getur verið svo mikið af stelpum að berast þessi sæti, sko. En bara hún er í landsliðinu segir rosalega mikið, sko. En þetta var mjög gaman, sko. Já. Ég man, sko, þegar ég var að ræða við Davíð áðan, að þegar ég og Ronni sáum þið fyrst, lappinn á Icebox inn í hringinn, bara svona, yes, ein með stæla, maður. Það var svona, mér fannst það geðveikt, sko. Það er alltaf svona aura sem maður vill gefa, maður er bara svona, ok, eitthvað sem... Já, bara riss og swag og stælar og rockaramerkið og... Það verður bara að vera. Það er alltaf eitthvað maður. Svo var ég var að taka til geimstöðin upp í Mjölni, sko, og ég fann eitthvað svona slopp, ég bara, bro, þetta stendur Erika á sig. Það var svartislopp með svona rauðum eldingum og eitthvað. Og hún setti það á sig og labbaði inn alltaf með Birgir Hákon, var brjálu eftir að Birgir Hákon var fyrir framan, sko. Hann átti fyrir aftan með mig. Já, það sást ekki náum vel í mig. Ég var eitthvað pínu lítil að hoppa fyrir aftan og eitthvað. Þú sér eitthvað mig, Ert þú að fara að keppa á Xbox núna? Já, það er bara allt stefni til þess. Ég kom með bardaga, það getur auðvitað líka allt gerst. Fólk meiðist, flug, allt það. En við vonumst bara til þess, sko. Akkurat núna lítur hann út, sko. Já. Og það er greinlega mjög mikið eftirspurn eftir því. Ég var að skila bílnum á svona bílverkstæði eða eitthvað. Einhver geggja massa gæi, bara eitthvað úttattar eitthvað. Hæ, ertu komin að skila bílnum? Það er hann svona. Já, hann hefur verið á styrum. Ég gefi hann bara eftir 1 sekundu, svo er einhver að koma að sækja mig, skilur, þannig ég get skila bílnum. Svo kem ég aftur, gefa hann bílinn og hann er bara, ert þú ekki að fara að keppa Icebox? Já, það. Þú ert alveg geggið. Já, það er skilt. Það stór gæi eitthvað, ég er alveg, já, það er mjög líklegt, sko. Er athygli búin að aukast svona mikið á þér, sem þú kepptir til dæmis fyrst? Já, og ég sé líka, ég er bara í vinnunni og fólk er bara eitthvað, ert þú ekki hérna á Norðurlandamótinu? Skrúfugeilan í Icebox, í Bauhaus, sko. Hvað segir það? Skrúfugeilan í Bauhaus, sko. Já, ok. Hvernig fer þessi athygli í þig? Mér finnst það næs. Ég elska athygli, sko. Þín finnst þið gamla athygli? Já, ég kann alveg bara meta allt, sko. En það er líka kannski svona, sumt fólk svona heldur að þetta er það sem þau vilja og hvað, en
stundum þetta aðeins öðru sem maður heldur, sko. En þú veist, ég definitely, já, ég get alveg athygli, sko. Já, ég meina eins og Ronni, þegar ég labba með Ronna og það kemur nei, þetta Ronni Gonni, þá finnum maður Ronna og svo, yes, maður. Maður getur í hittið og baka ykkur gardínum. Já, það svolítið hann. Skiptum út stera með bók og ruggla. En hérna, hvert búin að hafa nefnilega lengi? Núna ábyggilega 6 ár. 6 ár? Já. Já, það er komið 6 ára. Já, ég byrjaði Hvað ertu 2018. gömul? Ég er 17. Já, Byrjaði 11. Byrjaðir 11 ára. Já, ég byrjaði mjög ung, sko. Já, svo finna myndir af þeim, sko. Já, Hún búin að æfa reyndar einhverja 2-3 mánuði á en ég kom, sko. Já. Og svo bara, þú veist, þetta er eins og börnin mín, sko, þannig, sko. En þú veist, já, myndir af þeim bara, þú veist, þetta er bara sýnir svona af krökkum, sko. Það er pínu lítil, sko. Já. Horfa, já. Pældi hvað þetta getur þróast út í. Þetta er styrla, sko. En svo er þetta, hérna, mér langar ógeðslega mikið og hérna, þú veist, ef það er einhver í þessum geira sem er að hlusta, sko, mér langar ógeðslega mikið að taka meira af svona prakkarahópum til mín í svona sérhópa dæmi, sko. Já, Þú veist, ég er búin að fá alls konar hérna einhverja félagsmiðstöð til mín sem eru með fólk svona á jaðrinum sem í gamla þetta, þegar við vorum ungi kallaði hérna tossahópur og eitthvað sem ég var alltaf í, sko. Þú veist, ég var rosa mikið til að gera meira af þannig, sko. Og ná þeim svona ungum og þú veist, bara ef ég gæti tekið hópa ykkur þannig, svo mikil orka hana sem er þetta að nota í svo mikið. Gjörsamlega, Þú veist, og hérna, ég er ekki að segja hún að vera ykkur rugli, sko, en bara, þú veist, það er samt svo mikið þannig þar. Og ef, mér langar ógeðslega mikið að reyna að gera meira af þannig, sko. Ég held að geta líka bara, þú veist, bjarga svo mörgum, sko. Það er þetta enda þetta pælingin, sko. Og hún á einmitt að vera í skólan núna, eða ekki? Og hún fær fullan skilning. Sjáðu þetta MK, sko, þeir eru mjög góð, sko. MK greinlega geita skóla. Já, þeir eru með, sko, afreksíþrótta. Þetta er svona afrekssvið fyrir fólk sem eru íþróttamenn. Þú veist, það þarf auðvitað, við þurfum svo mikið ekstra, skilur, ég er bara að fara til útlanda ógeðslega mikið og keppa ógeðslega mikið og ég man einu sinni var ég að fara til útlanda að keppa á hérna Goldie Girl sem er stærsta konumót í heiminum og eftir það ég var bara alveg burned out, ég vildi hætta í skólanum, ég vildi hætta í bóksinu, ég vildi bara hætta öllu, þetta var erfitt kött, þetta var erfið bardagi, leiðileg ferð, skilur og ég fór til hérna Dada sem er yfir afrekssviðinu og ég var bara að segja þetta allt, við töluðum alveg bara í 2-3 tíma og hann segði bara, núna þarfst þú bara pásu þú ert bara að leyfa þér smá að bara gera ekkert þannig ég fekk, þú veist, leyfi í skólarum í viku, hann hringdi í Davíð og hann hringdi í foreldra mína og hann bara hún ætlar ekki að gera neitt, hún ætlar bara að sitja heima og horfa á Netflix í alvöru og bara þann dag, bara sama dag gaf mér bara leyfi í öllu, ég fór bara heim sama dag og ég sast bara niður og ég var bara hvað á ég að gera? Ég hef ekki hafið bara viku í bara mörg ár, skilur, það hefur alltaf verið æfingar eða eitthvað svona, já, ég var allavega að halda mér smá. Mest sem ég gerði var að fara út að labba. Og hvernig var það? Það er ógeðslega erfitt. Þetta er náttúrulega svo mental líka, það er sama hvað íþrótt að snýra að, sko. Það er svo mikið, þú veist, ég held til dæmis eins og með hérna, ég held að það sé hrikalegt, ég veit bara einrun, ég var á milljón að æfa út í útlöndum og á milljón lalala, svo lendi ég bara í slisi og ég get ekki, og ég hef sem betur fyrir bara sensin að geta haldið áfram að milla áfram. Akkurat. Það er svo ógeðslega erfitt að vera allir með í fótbolta á toppnum, svo bara ferðin búin. Nákvæmlega. Skilur, þannig að þessi krakkar þurfa líka kunna að byggja sér nafn á þann hátt þeir geta haldið áfram, eins og ég hef gert, skilur, eða farið lengra og búið til fatamerki eða whatever, en að taka eitthvað við. Akkurat. Þannig að því að þú ert ekki að fara að vera bóks í 50 ár, skilur, eins og þú getur að vinna í banki í 50 ár, en þú getur kannski byggt eitthvað upp sem verður síðan, og ég held að læra svolítið mikið að fara með það í MK og bara Daði er toppgaur og fólki í MK, að þú veist, ég myndi ekki eftir þess að ég var yngri, sko. Alls ekki. Ég var þetta ekki í afreks, en... Nei, og ég veit ekki alveg hvernig þetta var, sko, en bara... Ég held að þetta sé bara 4 ára gamalt, hérna, í MK. En það er alveg kröfur, sko, þú veist, það er alls konar, ég fæ sent regla bara, þessi krakkar að mæta, list með krakkar sem er skráð hjá mér í afreks, þetta krakkar sem er að mæta eins og afreksfólk, og ég bara gef honest opinion, sko. Það er bara vinna inn vinnuna. Já. Og náður að taka þessa viku? Já, einhvern veginn, en bara á öðrum deginum var ég bara, hvað er ég að gera? Boring. Já, þetta var svolítið boring, en núna veit ég, þú veist, ég var svona alltaf að pæla fyrir mér fyrir það bara, mér langar bara að hætta, veist, ég bara nenni svo ekki lengur, skilur. Þannig var maður bara eftir þetta, maður var bara, þetta er bara ógeðslega erfitt, ógeðslega mikla kröfur, svo hætti ég, hætti í viku. Já. Og ég var bara, vá hvað ég sakna þetta. Ég get ekki hætt. Það var bara alveg ómögulegt. Þannig þú veist, það er svona... Þetta sé líka bara mikilvægt að vita merkið sín, sko. Og þú veist, þetta er alveg þekkt
í bara íþróttum yfir höfuð, þegar þetta undirbúið undir eitthvað keppir og tekur smá svona downtime bara til þess að halda heilsunni, sko, og líka bara haustum á þér, sko. Akkurat. Í sensi, sko. Þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt að fólk hafi svolítið vit fyrir því að taka breakinn, sko. Já, en þetta hjálpaði þér svona að sjá hvað þú vilt gera. Þetta gerði bara allt fyrir mig. Ég held að ef ég hefði ekki fengið þetta break í viku sem ég hefði ekki fengið ef ég væri í öðru skóla, þá væri ég annarkvort hætti skólanum og hætti boxinu. Ég held að hefði bara alveg honestly endað þannig. Var bara alveg búin. Ég var bara alveg búin, ég var bara að tala þetta og ég var bara, þetta er ógeðslega erfitt. Bara það, þú skilur ekki hvernig mér líður og hann sagði, ég skil, ég meina 100 og eitthvað íþróttamenn í þessu afreiksbraut, ég skil og þú verður bara að fá break. Og það er bara þannig. En hvað ertu til dæmis að keppa oft á ári? Á síðasta ári, það er mjög mismunandi, sko. En þú veist, það er kannski svona, hvað er það, 7 bardagar eða eitthvað. Já, fyrst er fyrir stelpur, sko. Já, en það voru hérna Gold Girl, Hilru, Norrlandi, Icebox, já, svona kannski 7-8 bardagar. Já, mesta sem ég hef tekið á einu ári held ég 11. Og það var þegar ég var með sko aðra gælla á Íslandi sem gat keppt á móti mér. Sem var í okkar líf. Já, sem þið voru alltaf bara að keppa. Já, en núna keppu við ekki lengur og þetta er bara búið. Þetta er bara, þetta setti mig, þetta gerði eða svolítið vondið að nú fór ég svo til útlanda og ég var bara með 7 barda á móti sömu gælu. Og þá var ég bara að fara á móti ykkur á annar. 8 af jafntefli, 4-4, sko. Já, það er fínt að call it þar, sko. En þú veist, þetta er skipt, sko, svolítið svona reynsluti. Mótið sem við fórum frá að skrifa ABC. Þannig að þú veist, hún er bara komin í A því hún er með svo marga barða á móti sömu gælunni. Þannig að hún getur lent á móti, hún er með 20 og eitthvað, skilur, lent á móti gælu sem er bara með 70 og eitthvað. Allt á móti sikkur gælunni. Og þetta hefur alveg svona upp og niður. En þú veist, það má alveg vita, sko, eins og með Erik er að tala hún átti hérna erfiðan tíma og eitthvað. Þú veist, þetta kemur hjá öllum pottet, sko. Og þú veist, það erfiðasta við vinnuna mína er að vera búin að vera með krakkur svona lengi og svo hver var þér? Já, akkurat. Allir klukkutími, ég skil það, ég er ekkert að mér, en allir klukkutíminar. Alltaf með að hitta ykkur hérna eftir við veit hann er búin að vera að jamma og tala bara hvað hérna, þetta er ekki búið, sko. Akkurat. Þú veist, ég meina ég ætlaði að reka hann einu sinni, sko, því að ég vissi að því að hún hefði verið eitthvað, gera eitthvað sem átti að gera, skilur, bara þetta er síðast skiptið hann að setja rekin, þú veist, og hún hlustar á það og fylgir því, skilur, en svo eru bara krakkar sem að, þú veist, og ég skil það, ég var vitleysingur sjálfur þegar ég var yngri, ég ekki segja krakkar sem vitleysingar, þú veist, ég fór alveg út af sporun, ég var eini krakkin í fjölskyldunum sem fekk ekki bíl og bílprófa því ég drakk undir 17, skilur, þú veist, og ég veit alveg hvað freistingar eru þarna, sko, ég kann ekki að fylgja því, sko, en þetta er ógeðslega erfitt að, hérna, og just, þá kemur alveg að mér með svipuna, skilur, erfiðgæðin að þurfa að vera bara hérna, nei, skilur, og þú veist, Erika hefur ekkert alltaf verið frábær nemandi, sko. Hún hefur oft verið erfið, hún veit tala, ég er ekkert að móðgana með að segja þetta, sko. Ég hef oft að taka, ég hef ekki tekið fundin og skrifstofu með neinum jafn oft á henni, sko. En það líka býr kannski bara til karakterinu, skilur. Hún þekkir alveg punktana sem hún stígur á allar fucking línur í kringum punktana, sko. Eins fast og hægt er. Ég fíla það. Eins fast og hægt er, sko. Hún þekkir samt línunar, sko. Og ég er ofta alveg á mörkunum bara, hérna, þú veist, ég er nokkar reglur bara, ekki vera með fucking símann inn í sal og eitthvað svona, þú veist, og ekki vera að drekka orkudrykki inn í salnum sem er 15 ára krakkar hérna, bara eitthvað, litli hlutir, sko. Það er alltaf svona kannski alveg að því, bara, hey, fucking, búin að ræða þetta, skilur, og ég þarf alltaf, þetta er ekki bara hún, allir, en það þarf að vera eitthvað svona, eitthvað dýnamík, þannig að, þú veist, það sé svolítið svona, vera að vinna þetta sömu línu, en núna hún er líka búin að sýna á fleiri, þú veist, vera ná árangri, þá er þetta kannski bara það sem þarf að gera, skilur, og allar fucking auka æfingarnar, ekstra ferðirnar, vakna fyrir á mótnana, endalaust, sem ég veit að hún talar bara Davíð að vera erfiður, skilur, en þetta at the end of the day, þú veist, hún fekk gull, sko. Þetta var stílað, sko. Akkurat. Hvenær vaknar til þessum mótnana? Það fyrir nefnilega, fólk spyrir mig rútínuna mína mjög oft, en það er svo ógeðslega mismunandi. Það stundum er ég að passa matinn, ég vakna klukkan 5 og ég, þú veist, er ekki að, þú veist, fara að sofa seint. Núna til dæmis, það eru ekki keppnir svona bráðlega. Ég er bara að vakna fyrir skóla, 8-10 bara fyrir eftir, skilur, hvernig skóla byrjar, borða bara, fekk mér snúð í gær. Skilur, og ég fer bara að sofa þegar ég vill, þú veist, tímanlega fyrir skólan, ég veit að ég er alveg manneskja sem þarf svefn, ef ég fer minna en 8 tíma svefn þá fer ég í skólan, sko. Ég bara er ekki, ég virki ekki þannig, sko. En til dæmis, þú veist, svo koma, þú veist, þegar keppnir eru, þá er ég bara að vakna snemma, bara 5, bara passa upp á alla matinn, bara telja kaloríurnar, mæta allar æfingarnar, fara svona mjög nákvæm með svefnin, skilur. Þannig, þú veist, mér finnst samt mjög þægilegt að hafa svona
balance, skilur og núna er ég orðin ógeðslega þreytt á, með þessi snúður, ég kláraði hann ekki, mér fannst hann ekki eins og góður, en svo þegar maður fyrir þetta kvætt er þetta allt sem maður vill, skilur. Svo líka er hún, það verður að vera svigrúm til sem geta bætt í, sko. En hún er alltaf fight fit, rúllandi, sem kannski 4-6 vikur í mót þá. Svo núna það 6 vikur í Icebox núna og við erum að fara hérna til Írlands, ég er fram í landsdeild Írlands í æfingarferð til hérna Phil Sutcliffe þjálfarans, boxþjálfarans Connors. Við bara fara að fá box við Írlands, skilurðu, og það er hérna 10 dögum fyrir eða eitthvað. Þannig að þá verður búið að gefa hans í rétt áður og þar er sparri og svo komum við tilbaka og það er bara tilbúin. Þú verður að hafa líka, ef þú verður alltaf að æfa, hvernig ætlar að toppa, skilur. Hvernig ætlar að toppa, þú ert alltaf að æfa í topp, skilur. Hvernig er þetta eins og, en eins og, þú veist, á þessu leveli sem að þú ert að stefna að, þú veist, komið gull og svona, hvað eru margar æfingar í viku, þú veist, hvað? Það er eins og sama, það fyrir auðvitað eftir, en þegar við erum að fara að keppa, þá eru morgunæfingar á hvernig degi og sprettir og svo eru seinni partsæfingar, þannig að það eru svona 12 í viku, myndi ég segja. 12 til 15. Já, 12 til 15. Þú veist, við byggjum upp, sko. En núna er ég til dæmis bara að mæta eftir skóla, skilur en bara mjög bráðlega fer ég að mæta morgunæfingar líka og svo koma sprettirnir inn og svo koma, þú veist, seinni partsæfingar eftir kvöldæfingarnar, sunnudagslaup, skilur. Þannig þú veist, það er svo mismunandi og svo, þú veist, það er nefnilega það með box, skilur. Þú veist, kannski fótbolta eða eitthvað, ég veit ekkert hvernig það virkar, þá eru við bara alltaf með sömu æfingar. Þú veist, það er að keppa svo mikið, en við erum auðvitað bara, ok, núna er keppni eftir, þú veist, 4 vikur eða 6 vikur, núna gerum við þetta. Það er það álagsskipt, sko, það geta bætt í og svo endar á topp álagi og svo kannski keyra aðeins niður og svo keppir. En maður þarf alveg að leggja inn mikla vinnu eða ætlar að ná árangri. Hvað hafa hnefalega gert fyrir þig? Bara djúpur maður. Hann gerir þetta alltaf. Ógeðslega mikið. Ég held að þú veist, ég horfi líka bara á fólk á mínum aldri og þú veist, þetta mun kannski hljóma bara rosalega svona, ok, þessi ekki alveg tíka, en ég bara, þú veist, ég veit bara hvar ég er. Ég veit bara hvað ég ætla að gera og þetta gerir mig svo ógeðslega stuð og maður veit bara hvað maður elskar, skilur. Þetta byggir upp svo mikið svona disciplin og bara, þú veist, ást líka. Þetta lætur mann líka bara að njóta lífsins. Það er svo margir sem að lifa en ekkert að njóta. Skilurðu? Þú veist, mér finnst bara gaman að fara á æfingar. Þú veist, það gerir ógeðslega mikið fyrir bara, þú veist, heilsuna mína. Þú veist, þótt að kannski fólk er bara, það hefur verið boxist ekki bara eitthvað heilatið. Það er bara alls ekki þannig. Ég er bara ógeðslega ánægð. Ég finn bara á mér að ég er svo ánægð með hvar ég er í lífinu, skilurðu? Og ég er svo ánægð með hvert ég er að stefna og ég er svo spennt fyrir það. Að þetta gerir ógeðslega mikið. Þetta er djúp spurning, sko. En þetta gerir mig svo ánægð, þetta gerir ógeðslega mikið, sko. Að hafa eitthvað svona purpose, þetta gaf mig bara svona, bara svona eitthvað sem ég þarf að gera. Hvað kom til að fórst á fyrstu æfinguna? Ég er búin að segja þessa sögu nokkur sinnum, en ég sagði við vinkonum mína. Velkomin í podcastið minn. Ég er alltaf sama rullan. Ég sagði við vinkonum mína, hvað myndir þú segja ef ég myndi byrja í boxi? Og hún var bara eitthvað, mér myndi að finnast það ógeðslega skrítið og ég var bara, ég vil vera þessi skrítna. Þannig ég byrjaði bara. En þú byrjaði? Engi gerði þetta. Ég þekkti engan sem var í boxi þegar ég fór ein. Alveg engi vinur minn var með mér og ég bara byrjaði. Mér finnst það bara að fucking brave, sko. Ég vildi bara, ég sá alla stelpurnar og var annarkvort í 5 leika með að dans. Ég fór í 5 leika, komst ekkert í splitt eftir 7 ára eða eitthvað. Hip-hop var á æfingunni, var búin að æfa þarna í 3 vikur. Þau spurðu mig hvort ég veikt að mæta þur. Á 3 vikunni. Ég var bara, ok, það er ekki alveg fyrir mig, Þannig, þú veist, ég þurfti eitthvað nýtt. Ég þurfti að gera eitthvað sem engin annar er að gera. Það er líka það sem ég elska. Þú veist, það er bara eitthvað sem engin annar er að gera. Það er rosa margir sem finna sig í einmitt boxi álíka, svona bardagerðum sem hafa ekki fundið sín öðru, sko. Geta svona verið pínu heild og við erum rosa duglegir í því að ég hef alltaf svona svolítið sem mitt markmið að gera lið, skilur. Þannig að þó er svona einn í hring og einn á móti ykkur einum sem er náttúrulega bara insane út fyrir sig, sko. En að vera með alla vinniðina sem að gera það saman og til þess að komast þangað, skilur. Það er rosa gott að finna og ég veit bara sjálfur eigin reynslu, sko. Ég bæði keppt í Bandaríkjunum framan fleiri hundruð manns og vissi ekki neitt hver ég var, skilur. Ég hef líka keppt á Íslandi með alla vinni mín, alla fjölskyldu og það er allt annað pakki, sko. Er hnefaleggar á píki á Íslandi nú?
Já, ég held ég geti sagt að við, þú veist, Hnefalegur komið lengst þegar hann hafa komist, sko. Það hefur alveg verið góða bylgjur, sko. En ég held svona, overall, ég held að meðal iðkenda sé hérna á hæsta leveli sem hún hefur verið. Við höfum alveg verið, ég man þegar ég byrjaði að æfa 2006 og var hérna, þú veist, það voru margir alveg big dogs, ég, Stebbi, Gunnar Þór, þú veist, Alexei, fullt af góðum dögum, sko. En mér finnst svona núna, mér finnst getustigi talandi sem þjálfara level frá sko mér finnst getustigi vera hærra heilt yfir það er alltaf rosa margir að æfa núna það eru margir að æfa þá erum líklega að koma meir út í súpunni sko þannig að já, ég myndi alveg segja og klálega bestu stefnu sem það hefur verið við erum að stefna langt og gengur vel og liðið svolítið samheldið allt á Íslandi og þú veist alltaf eitthvað pyrrur út í ykkur en eitthvað vilja bóksa við ykkur og eitthvað svona skilur en allir þjálfarnir eru svolítið í sama báti sko. Eru þið bæði hjá World Class? Já. Hvað eru margir á æfingar? Kvöldæfingu, alveg svona upp í 50-60 manns sko. Það er þetta sturt. Já, ekki að veit sko. Fólk gerir sér ekki grein fyrir hversu margir koma. Ég var að tala um eitthvað strák í hann var nýbyrjar að vinna og ég var bara, ég æfi boxir í landsliðinu í boxi og hann bara ok, og hvernig virkar það? Og ég bara, hvað meinar, hvernig virkar það? Og hann hvernig kemst maður í landslið? Maður bara bestu í boxi á Íslandi í landslið. Og hann eitthvað margir æfa boxi? Og ég bara, já, það eru svona 60 í gyminu mínu. Hann en hérna með landslið, hvað eru þið bara eitthvað 4 á móti 4? Og ég sagði, hvað sagðirðu við mig? Hann hvernig virkar landslið? Ég bara, hvernig heldur þú að landslið virka í einstaklísíþróttum? Hann ég veit það ekki, ég hef aldrei, og ég bara, auðvitað eru ekkert 4 á móti 4, ég er bara að keppa á móti einhverju öðru landi, hann er þá allir liðinu þínu að keppa á móti öllum í öðru landi og ég bara, hvað? Þetta einhver ekki mjög bjartur, sko. En það hefst það bara á stórum æfingum alveg bara mest hafa verið 65-8 æfingu eitthvað, það bara mikið, sko, en þú veist, það bara einn hópur sko, svo náttúrulega með úlinga og ég með gæluboks í morguntíma og eitthvað svona þannig að þú veist, ég veit ekki nákvæmlega tölu og iðkendum en hún hefur aldrei verið hærra allavega sko. Hver svona drauma volkin hjá þér? Drauma volkin? Já. Er það bara volkin artist? Já, bara af öllum. Ég vil fá íslenskan og erlendan. Íslenskan? Sko, núna fyrir Icebox, ég þetta á eftir að gera eitt walk-in þar sem ég kóngurinn. Bókstaflega. Það er alveg, ég er að fá í það. Það stælar og riss og sveg í gangi eða? Ef ég er ekki að lappin í kóngastól bráðum með kórónu á mér, þá er þetta ekki alveg planið sem við veitum. Það er ekki. Sko, það þarf eiginlega eitthvað eins og ég fíla alveg Issa hefi mikið og Daniel, en þú veist, allir íslenskir artistar eru bara geggjaðir núna. Ég bara, þú veist, hlusta á þetta miklu meira en ég gerði núna og þeir eru bara geggjaðir. Ég verð að gera þetta. Sko, ég bara, með walk-in, einu sinni var draumurinn að Birgir Hákon heldur á mig svona eins og lítið svona bann og syngur með mig inn, ég þóla ekki að spyrja hann. Ég var svona, þetta var svona, kannski einn daginn, en mér finnst bara allir heavy nettir núna. Það er bara íslenskt rappi, bara ógeðslega gott núna. Þannig þú veist. Ég hlusta langmest á íslensk tónlist. Já, ég líka. Ég hlusta bara á íslenskt. Ég gerði það ekki einu sinni, núna er það eiginlega bara íslenskt sko. En hérna. Sturlaðist, endurkomin á Kristmund Axel, geðveikt. Nýja platinu Aron Kahn. Ég hlusta á hana allar, hún er bara það er veistlaðiðinni sko. Þú veist, Issi, Ísleifur, Daniel Herr alltaf með geggja stöf, þú veist, ég hlusta allar sko. Mér finnst það mjög gaman sko. Tónhýlur, ungu strákunni, geðveikir sko. Hvað segir þú? Tónhýlur, já. Ég þarf að tjekka mér á því. Ég þarf að tjekka það sko. Er það rapparar eða? Já, það ekki hans. Ok, fokkin vektu mig sko. Það er endalaust og góður stöf í gangi. Já, þeir eru flottir sko. En þú veist bara, það er alls konar flott og ég ætla að fá hérna Daniel Gaurum hérna með Swagged Out. Hann tekur walk-in, skilur. Swagged Out. Hafa með mér í skóla. Það er gert lagið Swagged Out. Ég með fólkið upp í skeifunni, Swagged Out. Ég er að tjekka því líka. Já, come on. Við erum gamlir. Ég er boomer. Við þurfum að tjekka á þessu. Það er cool walk-in lag, hann er að gera það. Það er bara, mér finnst íslensk tónlist vera að gera hérna flott. Og mér finnst líka bara geggjað að gefa þessum yngri gaurum tækifæri. Mér finnst alltaf, ég er alltaf spenntur að sjá svona hvaða rappari kemur með hverjum. Já. Það er auðvitað, allir rappar að vilja fara með mér. Það er auðvitað ekkert nettara en það ekki? Ég á eftir að koma með tísið, maður. Já, herðu, byrju. Shit! Já! Þú mátt ekki segja. Nei, ég er ekkert að segja. Ég er tilbúinn. Ég ætla að reyna að ná þessu, sko. Ok.
Kemur ekkert meira. Darrow, var þetta inn í þessu? Nei, ok. Hann bara svona. Þetta alveg. Þetta erfitt hjá honum. Þetta erfitt. Fattar þú þetta að segja? Já, ef ég ætla að koma á eitthvað Icebox, þá komi á þetta Icebox, sko. Það svoleiðis. Þessi teaser sem var að gefa, hann sagði þetta, já, bara, ert að fucking grínast í mér? Það svoleiðis. Já. Ég skýrnast inn í mér. Ég segi ykkur eftir. Já, ok. Ég veit endilega fá alla hérna inn í kringluna á næstu 5 daga. Herri, klukka, hvað var það? Milli 7 og 9 verður eftir að koma að kýla einu sinni. Hæstu skor kalla og hæstu skor kvenna. Fá sig eitthvað meðan fyrir sig og vinn í VIP. Fullt ekkur meira vinningum. Og sæti 2, 3, 4, 5 fá öll meðan fyrir sig og vinn í almennastúku. Geðveikt. Og hérna verður Monster að gefa eitthvað annað og eitthvað dót, skilur, og verður bara læti. Og svo endum við á tónleikum með Issa, Ísleif og Daniel. Það reysa stórt. Já, þetta er miðjunni í kringla sem horfir niður, þú veist. Já. En það getur allir kýlt í svona boxvél, ég skrifa bara hestaskori og hérna, ég vona bara að ég geti bara fyllt húsið, sko. Já, kýluð þú fast eða? Kýla ógeðslega fast. Shit. Ég þetta bara ekki að keppa bara fyrir respekt hjá öðrum, sko. Já, það svoleiðis. Ég fór í svona með pappa mínum og bróður mínum og ég fekk Þetta er hærra gott, skor. Þetta er gott, sko. Ég fekk hærra skor en þeir báður. Ok, Þið eru bara heppin að ég er svo góð að ég er ekki að taka þátt í þessu, sko. Ég myndi rúst ykkur öllum, sko. Það vantar alltaf ekki sjálfströstu. Þetta er jákvæmt, sko. Ég þarf alltaf að vera hérna Straffa þess niður þetta maður. Já, þetta er mjög jákvæmt. Já, en hvernig sónar til dæmis eins og inn í barda? Bara, það er hálftíminn barda. Ég er þetta bara að tjögga í mig Nokko eða einhvern orkudrykk. Ég er þetta bara... Þú ert svo mikið 17 ára, sko. Já, þegar ég vill vera í barda, þá vill ég vera... Tjöggar í sig Monster. Já, Monster. Ég er að fíla ógeðslega mikið bleika Monster. Hann er ógeðslega góður. Ég er alltaf í hvíta, sko. Já, smárjú. En hérna... og ég vill bara vera eins svona stressuð og eins mikil pressa og mögulega hættir. Ég veit að hljómar illa, en bara því meira fólk og því erfiðari aðstæður, það bara er bara svo, það bara svona kemur mér áfram. Það er ógeðslega erfitt að, þú veist, ef ég er að fara í barda og ég er bara, whatever, og mér er eiginlega alveg samið þá er ég bara ekkert að fara að standa mig vel. Maður þarf ógeðslega mikið til að ýta sér áfram. Sama hvort það hljómar kannski syngjarlega, en þú veist, ég þarf alveg að vera ógeðslega stressuð, það þarf eiginlega að vera svolítið erfitt. Já, það nú performar best. Þú vilt bara vera í chaos. Ég vill bara að það sem ég geri, þú veist, vera að tala og það er stórt. Já. Þú veist, þess vegna er líka walkoutið mín, þú veist, ég vill hafa, þú veist, eitthvað sem, þú veist, fylgir með, þú veist, eins og walkoutið mín hafa verið bara, það er bara vísugrein, bara, já, hún gerði þetta, sko. Hún lappa út svona. En þetta er, hérna, þú veist, þetta er alveg svona debatable, þetta er náttúrulega amateur box, skilur, og það er alltaf svona, þú veist, það er alltaf að sína virðingu, sko. Og fyrir, þú veist, ég hef alveg verið smá gagnrýndur fyrir af svona gömlum þjálfurum og eitthvað, hérna, að vera ekki með þetta sjó, skilur, þú ert bara einbeittur að, en þú veist, svo er ég bara eitthvað svona, þetta er svona þannig svæði og þannig umgjörð og það er bara svolítið partur af dæminu, sko, og þau eru ekkert að gera það, ég er að setja þetta upp, ég set rapparan á alla bóksarana og þú bara, hey, fucking, þú lappar með þessum og það er allir bara að geta til, skilur, þú veist, og sumir hafa lappað með rappar sem veit ekki sem hver er, sko, þú veist, þeir hafa ekki hlustað á rapp, skilur, bara rockar og vilja bara setja eitthvað lag með Prodigy, þú veist, ég er að læna upp, þetta er einu sem það gengur upp er að hann sé bara, veldu lag og talið saman eitthvað, finnum við eitthvað og þú veist, og ég líka bara, þetta er svo nett. Þetta er geðveikt. Eins og þú segir, labba fyrir horn og veist ég hver er að koma, nú er ég með Monster hlið, fucking reykur og veist, skilur, labbar einhver í gegn, það er bara hver er að koma, búm, svo mæti bara. En ég er ekki bóks bara óbeldi. Nei, þetta er ekki bara ofbeldi. Það kemur alltaf eftir Icebox. En til dæmis þegar ég er að keppa á Norðurlandamóti eitthvað þannig, sem er, þú veist, ekki Icebox, þá er ógeðslega mikil virðing í þessu. Maður er ekkert eitthvað, eins og sérði í þú veist próf, það er ekkert þannig. Þú veist, ef þú dansar þá kemur dómari bara, hvað varstu að gera? Mínus, skilur, ef þú gera átt út. Þetta er nefnilega... Box er líka eina íþróttin sem þú getur, þú veist, sem þú öskrar á dómarinn og þá tapar bara. Þú veist, það er ekki þannig í handbolta, þú ert bara að rífa kjaftið dómarinn, þá er bara, þú tapar bara. Þú ert bara út, bara búinn. Box er bara ægi og virðing. Þetta er virðing, sko. Svo það er eitt að vera með stæli og labbar inn, en inn í ring, þú veist, það bara, ég hefur skildið af mína krakka, þú bara negi fyrir dómarum alltaf. Og það er eitthvað sagt þegið, þú veist, það er bara verra að vera hann. Ef þú fer að spyrja dómarinn, hvað er þetta bara? Steinþegið, sko. Þú hefur ekki svigrúm til að láta það svona, sko. En það er bara svo þreytt að alltaf eftir til dæmis Icebox eða einhver svona, þá kemur grein eftir, þú veist, Jakob Hilmar Katrínarsson, Box er óbeldi. Já, það er nefnilega ekki þannig. Nei, mér bara gæti ekki vera meira saman, sko. Þetta er bara, nei, í alvörinni, hvernig ætlar að rökra ef þetta liði búið að taka afstöðu með þetta? Ég veit að hérna, klárlega, við erum alveg rætt, sko, þetta er náttúrulega höfuðhögg, sko.
og ég hef margóft meitt mig illa sko og eitthvað alls konar sko en hérna og ég horfði á krakka rótar skilur menn og eitthvað það er ekki gaman sko brotna nefun og eitthvað svona ég meina þetta gerist í öllu sko þú getur líka bara að vera að skokka dotti og lenda á nefinu skilur þú ert meðvitað enginn að fara í hring ómeðvitaður hvað er að gerast sko það er að fara viljandi inn akkurat þannig að þú er líka svolítið bara að treysta fólki til að taka ákvarðanir sko Svo ætlum við líka að minna á við erum ekki afleika á Instagram við erum að fara að gefa einhverju tími Já, ég var að vippin miðjum Það er nefnilega máli sko við mættum á öll Icebox sko Já Við erum bara verið fastir í VIP sætunum sko ég mætti alltaf degi fyrr Já Við erum logið þarna að fylgjast með sko aðeins að hjálpa til og endilega kíkið núna daginn áður maður sjá hvernig þetta settu Já, algjörlega kemur ykkur svo óvart því fólk hérna ég hef oft rætt þetta og ég hef oft sagt þetta ég tek alltaf svona hérna ræðina eftir að þeir allir að fara vill enginn fara eftir síðasta barndagana Já klára sjóið ekki orð bara klára allt enn sko okay. Svo bara allir strólanir á átunni í eftirparti sko en hérna veist ég átti að segja þetta ég held að fólk gerir sér ekkert grein fyrir handtökunum sko sem að hafa þurft að eiga sér stað til þetta gerist skilur þú veist getið ímynda hvað ég þarf að hringja mörg símtöl til að fá öllu fram og hvað ég þarf að hringja tala við marga mismunandi aðila og svo ég hérna ruglaði ofirkíkurinn bara þessi gæði, redda og ég er að keyra með fullan búin að taka sæti niður og þú veist bara já fá hlaða bílinn þetta er endalaust sko og svo er ég bara með fullt að hérna kalda hermenn sko litla warriors sem að vilja koma með og fá að koma sjóðu í staðinn skilur og er bara að hjálpa mér þú veist en núna er líka eins og ég var að segja ykkur á hann farin að bara vita verkefnin sko bara nú ég bara fæ þjónustu til að sjá þetta díla eitthvað með það og veist, hjálpa eitthvað í staðinn eða eitthvað og þetta er alveg rosalegt þú veist það er ekkert hann inni fyrst svo kemur þú og það er bara búið að setja upp eitthvað þvælu þarna sko Ég man fyrir eitt Icebox þá voru að setja upp kvöldi áður og ég var auðvitað að keppa og ég kom eitthvað svona og var eitthvað smá að hjálpa ég var eitthvað skrúa bolta af einhvernum skrúum skilur mátti ekki gera neitt fór fyrr kom aftur, ég held að þetta var fyrsta Icebox eða annað Icebox ég segi, sitta þú segir mér ekki að þetta væri svona þá voru bara ljósin búin að slökta og bara allt ógeðslega flott og nett og ég var bara Pétur, hvað er þetta? Þá var ég bara pingu pons ég vissi ekkert að ég þurfti að keppa á þessu sko Nei, var þetta aðeins stærra? Þetta var bara ég var aldrei að búst Ég var að tala við hérna sko Icebox næst ef það verður uppselt sem að minnst alveg líklegt en þú veist einhvern veginn verður allavega fullt þá er þetta mjög líklega og ég er ekkert að staðfesta henni þetta er mjög líklega samt stærsti amateur boxing event í Evrópu þú veist það er fullt af tournament sem er fullt af meira fólki sem flæðir í gennum húsi en svona single event það er móti í Bretlandi sem ég veit að sé eitthvað 2000 manns eitthvað skilur en þú veist þetta er á litla Íslandi sko Er fólki í útlöndum veistu í Evrópu sem er að tala um þetta? Þegar ég sýni vinum mínum úti það komið nýtt svona amateur svona alþjóðasamband sem heitir World Boxing ég hérna hitti formannin á því sko sem er bara hann er mjög stór sko hann heitir Boris og ég var að sýna honum hérna eitthvað það var gaman að tengja hann frá Hollandi sko þannig yfir öllu dæminu ég bara svona það var gaman að fá kannski Hollandsliðin já veitu hvað ertu með og ég sýndi honum myndir hann bara this is in Iceland ég bara wow og þú veist þetta er ekki svona sko það er alveg events og það er alveg amateur event sem verður sem pro event setnum kvöldi skilja eitthvað svona mixa en þú veist fyrir Þú ert líka bara ekki búin að byggja upp einhverja hnefalega barda þetta er orðið bara svona skemmtun skilja fattarðu og er bara hvað er þetta 2 árið já sem er bara orðið reglulegt fólki til að gera eitthvað skilur þú veist það er alveg maður er bara svona það lögðast og maður bara ok hvað ég fyrir frekar á Icebox heldur en leikhús fattarðu já þetta gerir eitthvað til að gera þetta var alveg svolítið bara ill comparison bara Icebox en á leikrit Nei en ég skil það en þetta verður hérna ef konan vill vera í leikhús ég segi nei ástu mín við erum að fara á Icebox ég er að fara að horfa á hnefalega Nei, þetta verður hérna aftur bara 15 næstu viku milli 7 og 9 tónleikar eftir það og bara læti og svo hérna, 7. júní og eins og ég segi aftur, ég hef sagt ofta þess hlustar enginn á það, skilur fucking ekki bíða af því að ég nenni ekki að eiga hérna að vera með samvinskupið aftur yfir því að það sé alltaf uppselt og einhver komist ekki að þess vegna er að stækka þetta svona mikið en kaupið miða strax ef við viljum fá dýrið sætin þá þau mun alltaf seljast upp það er ekki langt, ég segja bara 100 miðar á 240 eitthvað eftir í VIP og það er svipað eftir í betristúku af 240 þar skilur bara kaupa strax ef þið vilja hanga með mér Ronna þarna í VIP það var að kaupa með það núna það eru rosalega margir sem senda á mig bara last minute bara getur þú please getur þú gert eitthvað fólk var að braska eitthvað meðan eitthvað svona skilur ég var að standa fyrir utan bara eitthvað þessi fyrir utan Old Trafford í Manchester ég bara nei ég get ekki rétt þér nei heyrið þetta
Já, nákvæmlega. get ekki. Hvað, er þetta einhvað úr einhverju lægi eða? Ég held það. Ég Ég svona að pæla hvort ég byrjun á okkur lægi eða eitthvað. Ég verð eiginlega... Ok, herðu. Við verðum að finna út í. Já, hann segir okkur það náttúrulega eftir. Tix.is, let's go. Tix.is, mæti þessu í Kringlunni á 50 milli 7 og 9, Kili 1 púða. Og reyna að vinna fría með Já. Ekki margir, en það er 2 Og ég mæli með allir sko handrukkar og sterakurrar. Mæti sjá sig þarna. Þeir eru allir búin að koma með. Já, þú reyndar. Tix.is. Herru, Erika, gangi ég vel. Takk fyrir. Öllu sem þú gerir. Og takk fyrir að koma, Erika. Gekkja. Já, takk fyrir okkur. Fyrir þetta mikið. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.